svo gaman við þetta podcast að ég fær svo mikið að hugmyndum að horfa á eitthvað þú veist, já, nákvæmlega, hvað ég að horfa á og ég hef alveg svona gegn tíðina verið sem að leita bara eitthvað, googla bara eitthvað top films 2018 eða eitthvað bara því ég bara eitthvað, ok, mér langar að horfa okkar góða mynd ekki eitthvað sem ég get hort á ég finn bara ekki neitt af því mér finnst bara flest allt sem kemur út í dag ekki gott samanlega þannig að maður fer alltaf í þetta gamla sem maður hefur séð áður og svo gleymir maður ég er búin að horfa á Predator eftir ég er búin að hlusta okkur af því að þú ert að staka um Predator og veist, og geggjum mynd þú veist, og hún er ennþá góð, hún er ennþá skemmtileg og mér er svo gott að þú ert að segja þetta er svo mikilvægt að það sé skemmtanagildi þú ert að horfa á skemmtun það er alveg saman sem dramatísk eða erfið eða whatever, þú ert að hafa gaman að því þannig ég fæ alveg svona hugmyndir og ég horfði á eina mynd í fyrsta skiptið út á podcastinu? Já. Hvað myndu það? Þú voru ekki að segja það? Jú, við erum byrjaði, sko, segja það bara ég sá Heat í fyrsta skiptið hvernig er það svona? Pældi í því það er svona geðveik þetta er geggjum mynd hún er ógeðslega góð og sko og ég er ekki að fara að segja við eitthvað varstu ekki búin að sjá hana? Nei, ég veit það samt var ég ekki með að sjá Heat, hvað var ég að gera? En Hafþór, það er búið að búa til milljón myndir. Hún fór bara fram hjá mér. Já. Og ég var bara svona, er ég ekki með að sjá Heat? Og ég var bara svona fór að tjekka, nei, ég man ekki eftir henni. Ég hefði munað eftir henni. Þannig að ég var ekki með að sjá hana. Ég verði frá að horfa á Heat. Og ég horfði á hana. Og ég bara, vá, hvað þetta er góð mynd. Þú veist, mjög konar ógeðslega gömul. Geggjum mynd. Hvað Röddi Nýró er fucking svalur í þessu. Í alvörinni, þetta er einn gæðin í heiminn sem svalur með goatee. Það er engin svalur með goatee. Hann var í dæla svalur. Ætli hann hafi byrjað goatee-trendið það? Sko, ég veit allavega Snorri, félagi minn. Hann segir alltaf að þetta sé svo mikið 90s að vera með svona donut-skegg. Þetta er það, sko. Já, en mér varst alltaf svo töff út af De Niro. Mér varst ekki, ég veit ekki hvort þú horfður mikið á Friends, ég kann Friends við hann. Chandler fekk svona skegg, hann viðbjöður. Já, var ógeðslegur svona. Já, var það svona donuts? Já, hann var svona með svona, eitt sem hann bara, það var eitthvað flashback eða eitthvað, back in the old days. Já, hann var ekki cool með það, hann er náttúrulega ekki cool gæi eins og De Niro, en þetta var bara svo cool á honum. Já, eina sem að því ég horfður á Heat reglulega, eina sem er svona eldastíðinni, eru jakkafötin. Fyrst er ekki cool, svona axlapúðar og... Nei, menn að því maður er búin að horfa svo mikið á John Wick líka. Já. Og það setur mikið munur á þeim jakkafötum sem eru þeim myndum versus sem eru í Heat. John Wick fór líka fram hjá mér. Allar? Ég spólaði gegnum það núna bara fyrir, ég veit ekki, 2 mánuðir síðan eitthvað. Erstu að sjá þessast allar? Já, ég horfði allar 3. Hvernig varst það? Geðvikar. Og geðvikt. Bara, þú veist, ég var búin að heyra bara, ertu ekki að sjá John Wick? Þetta kemur út fyrst þannig, hvað, 2009, 10? Fyrsta 2014. Er það svo, ok. 2014, 17... Ég kenn alltaf Svíþjóð allt. Já, þú bjóst þar? Já, fór út, sko, 2007 til 2012. Ég var bara í keilu. Já. Og Svíjar eru ekki, þeir eru ekki töff. Bara yfir höfuð? Nei, þeir eru bara, þeir eru eitthvað, ég veit það ekki, þeir eru bara ekki jafn mikið inn í svona bíómyndum það? Já, mér finnst þeir bara ekki mikið inn í bíómyndum. Það ekki? Samt, þú veist, Svíjar eru snillingar, sko. Þú veist, búa til allt sem er cool í heiminum. Já, ég veit. En allavega, ég veit ekki, ég er bara umgengist ykkur keilunarda eða eitthvað. Það getur verið. Bíómyndsmekkanur er að vera ekki góður. Til dæmis sýndið Event Horizon. Geggjumynd. Fíluðu hann ekki? Ég var í hóp með svona, þú veist, ég bjóð hann útifrá, ég var 20-25 ára og ég var í hóp með krökkun svona kringum 20, var einn eldri reyndar, aðeins eldri. Og maður horfaði hér Event Horizon. Þessi mynd, sko, er náttúrulega bara æska mín. Þú veist, ég horfði hann daginn og ég var skítrættur, sko. Hún virkar ennþá? Það er eitthvað við hana sem gerir mig bara ógeðslega hræddan. Bara svona suspension í öllum atriðunum. Eins og er hann inni að Billy. Ég bara, þú veist, ég verð bara svona, ég nötra bara. Ég veit hvað er að koma, ég er bara svona, fuck. Og, þú veist... Ennþá hræddur? Ennþá hræddur. Og ég var að horfa á hana með svíja vinum mínum. Bara, ég elska þetta fólk. Þeir eru mjög góða vinum mínir. Og þau voru bara, hvað er drastlegt að sína okkur? Ég var svona móðgæður. En var þetta þá bara alveg í fyrst sem sá hana? Þau hafa aldrei séð hana. Og er þetta fólk bara þínum aldri? Já. Þetta er áhugavert. Kannski að því að hafði ekki séð hana, ég veit það ekki. Kannski að ég sá hana því ég var 12 ára eða eitthvað og fokkaði mér upp. En hún er það cool. Er það að því að maður sá hana þegar maður 12 ára? Að því ég horfði hana daginn með konu minni sem hafði ekki séð hana. Og ég var að skýta mig.
og hún var svona, Já, það er alltaf búið að koma svo margar myndir kannski eftir þessa mynd sem ég er alveg pínu skeri. vel gert. Já, ég er sammála. Það var svo vel gert hvernig þeir hræða þig. Þetta er ekki jumpscare, þetta er ekki, þú veist, þetta er bara svona óþægilegt. Já. Geðveikmynd. Hún er geggjuð. Ógeðslega góð, sko. Ég horfði á mig kærasta minni, hún er aldrei séð hana. Nei. Það er kannski 2 ár sinni horfði hana saman. Hún fílaði hana. Hennar stóðum skeri. Já, þú veist, kona með fíla hana líka. Fannst það ekkert skeri? Jú, þú veist, ekki mikið, ég var bara, ég sagði það við hann, ég man alveg, þú veist, eins og í ganginum þegar hérna Dr. Weir er eitthvað hérna inni og hún byrtist, ég veit hann nákvæmlega hvað er að gerast og ég sagði við hana, ertu ekki hrædd? Ég var í alveg að drulla á mig og hún bara, nei, ekkert svo. En fíla á hryllismyndir? Já. Aha, og verður hún alveg hrædd? Já, við horfðum á hérna fyndið, þú er búin að ræða minna Quiet Place og það margar myndir sem eru svona núna. Pæltið, hérna Bird Box við séð hana, hún er alveg eins. Mér varst hún samt skemmtilega. Hún var góð. Já, ég fílaði hann alveg. Bird Box og þessi svo kom eins með einhverja fugla eða eitthvað. Hét hún ekki Silence á Netflix? Ég hef ekki séð hana. Nei, en það var nákvæmlega svo Quiet Place. Þetta er bara nákvæmlega eins. Þetta er bara allt nákvæmlega eins. Það er bara, ef það heyrist eitthvað, ef þú sérðu eitthvað svona skrýðið. En ég horfði á myndin daginn sem heitir hérna Don't Breathe, þegar þú séð hana. Já, hún er góð. Hún er góð. Já. Ég fílaði hana. Hún er solid. Ég bjóst nefnilega við þetta að vera alveg eins. Já, nei, hún er góð. Hún var allt öðru sí. Já. Og bara svona, þú veist, koma óvart og bara mjög góð. Ég er samanlega, mér varst hún líka bara geð spennandi. Hún var mjög spennandi. Já. Ég held þér eitthvað drasl. Já. En hún er drullu góð. Já, og líka bara twist og svona, þú veist. Já. Þetta var fílað. Góð leikara líka. Já, mjög góð. En hún fílaði hann til dæmis, þú veist. En varð hún eitthvað svona hrædd við að horfa á hana? Já, hún var alveg hrædd, sko. Hún líka svona, hérna, hún meikar ekki svona, eins og það var svo mikið hljóð, þú veist, mikið suspension, það sem er svo skrítið, hún hafði ekki verið að drulla á sig yfir Event Horizon, sem er basically svoleiðis. Já. Og hún meikar það ekki, hún var eitthvað svona óþægileg, hún bara svona, ég geti þetta ekki verið að, þú veist, ég var að horfa eitthvað annað, eða horfa á síma minni, eða gera eitthvað. En er hún að fara í síman þegar hún horfa? Er hún að fara í síman? Aha. Já, ég get ekki bannað hann eins og þú veist. Akkur ekki? Ég er ekkert að banna henni það. Þorrið ekki? Nei, þú veist, það er bara pyrra, eða þú veist, ég er að horfa á myndina. Já. Þú veist, já, þú meinar. Mér er alveg ég sé að þú missað bara af. En eins og ef þú ert að sýna henni mynd, þú veist, þú ert búin að sjá Event Horizon. Já. Þú ert að sýna henni myndina. Nei, þá má hann ekki vera síman. Já, ok. Ef ég er að sýna henni eitthvað sem er dear to my heart, þá má hann ekki vera síman. Þá verður hún að fylgjast með, sko. Er hún að fara að hlusta að horfa á þetta podcast? Já, pottitt. Ok. Þannig að við getum alveg rætt þessar reglur sem eru heima þér. Já. Án þess að það verður eitthvað svona skilnaður eða... Þetta er ekkert issue, sko. Þú veist, það er enga reglu þannig. Þú veist, ég er ekki með sama passion fyrir bíómyndum og þú, þó að ég elski góða bíómyndir. Þannig að ég er ekkert ofta að sýnin eitthvað, en ef ég er að sýnin eitthvað, eins og Event Horizon, þá segir ég við hana, nú erum við að fylgjast með, skilur, það er ekkert eitthvað símadót. Það, hún verður það alveg. En hún fer í símana því hún líður svo illa, sko. Meikaði ekki. Þetta... Já, þú meina hún er svolítið svona að flýja þessa hræðslu sem hún fær. Já, og hún er ekkert að gera í símanu, sko. Hún var bara, ég meik ekki að horfa á þetta. Bara, þú veist, og hún er svo annað augað, býður þeirra atriðið sé aðeins búið, eða bregðatriðið kemur eða eitthvað. Mér finnst það skrítið, það er það sem hún vill. Á hverju það horfum hryllismynd? Þú vilt að ræddu? Já, hún vill það líka. Ég fór með hann, við fórum með bíó á, hvað þá, Conjuring 2. Sem er ekki góð bíómynd. Fyrsta geggjuð? Geðvik, fyrsta geðvik. En ég held að það hafi verið Conjuring 2. Ég man ég það ekki, ég man ekki hvað myndið var. Allavega. Eitthvað draugamynd? Það var svona, já, það var Conjuring 2. Það var ekki 1. Nei, það var 2. Whatever. Já, við fórum semst í sal B í Álfabakka. Niðri. Jesús. Já, fremsta bekk. Er það ekki bara jafn stórt og þetta herbyggi? Jú, það var bara pínlítið, sko. Á fremsta bekk? Í alvörinni, á fremsta bekk. Er það ekki inn í tjaldinu þá? Ég sverða það. Ég man ekki okkur. Hvort það hefði verið bara, þú veist, fólkun. Ég man veikli eftir þessari bíóferð. Eina sem ég man, hún sat á gólfinu, sko. Hún var svo hrædd. Hún lag allt svona niður og niður. Já, býtu, hún fekk samt sæti, það ekki? Við sátum hann saman. Og lag hún niður á gólf? Hún var alltaf lekandi niður. Hún var svo hrædd, sko. Svo hún alltaf laga sig. Svo hún alltaf bara komin hérna. Þannig að, þú veist, hún verður hrædd og fílar það. Verður hún hræddar í bíó eða heima? Pottið í bíó. Hún getur ekki farið í síman í bíó. Nei. Það er bannað, sko. Já. Þið finnst það alveg að vera bannað? Já, það er bara vanvirðingar fólki. Já, í samfélag. Það eru reglur í bíó, sko. Líka heima mér. Ég myndi aldrei mæta heim til þín og fara í síman.
Nei, ekki það. Þeir eru hent út öfum. Nei, ég myndi ekki vanvirða þig. Mér finnst það bara vanvirðing. Já, þú myndir ekki vanvirða mína reglur. Nei, alls ekki. Nei. Þú ert að bjóða mér í bíó. Þú veist, sem bara great honor. Ég meina, þá mætur bara með dignity og skilur síman eftir. Eða þú veist, ert með hann að vibrate ef að barnið þitt í vissinni? Já, ég myndi, eftir að allir vinir mér eignast börn, þá er svona aðeins erfiðara fyrir mig að vera bara svona, mátt alls ekki vera með síman, bara kveikt á símanum. Já. Það er svona aðeins erfiðara. Já, klárlega. En þú veist, gerist ekki til mér að dóttir mín bara á mömmu sinni núna, sko. Já, hún er ekkert eitthvað á götun að bíða eftir að þú komur að bjarga sér. Pabbi er ekki lengi í þessu podcasti. En við ætlum aðeins að fara að tala um keilumyndir. Já. Og svona aðalega tvær. Big Lebowski og Kingpin. Já. En ég ætla að spyrja þig aðeins fyrst út í það. Þú ert þess að, segir maður keilari? Já. Eða keiluspilari eða keilumaður? Sko. Hvað er rétt af þessu? Ándjóks, ég var að færa þessu ekki. Keilumaður finnst mér kjánlegt. Það er mjög kjánlegt. Já, finnst það kjánlegt. Keiluspilari eða keilari, ég held að þessi bæði þessi alltaf leiði, sko. Hvort notar þú? Ég segi keilari, en að þetta kemur frá, sko, náttúrulega í Bandaríkjunum, þá nota þér meira að being a bowler en að vera bowling player. Já, þannig að þið veist keiluspilari er eiginlega svona bowling player. Þið veist þú að rökréttar að segja bara keilari. Keilari, já, við segjum keilari. Já. En er það rétt skilja mér? Ég man þetta ekki alveg. En þú ert einhver Íslandsmeistari, ekki? Jú, fjórfaldur. Fjórfaldur? Hvað er metið? Það er hver á metið? Yfir flesta titla. Já, veistu það? Já, ég veit það. Þú veist, varst eitthvað nálægt því? Ég held að það sé ég, sko. Að það? Ég held, sko, já. Ég held þessum, nei. Ég er að fara með rangmál, fyrirgefðu. Ég hef vunnið þetta 3 svar í röð. Ok. Og það eru 3 Íslendingar sem hafa gert það. Það er ég, Magnús Magnússon og maður sem að hét, hann er látið núna, back in the old days, það var hann legend, hann hét Alós Ratsafer. Magnús Magnússon er sem sagt sá sem á flest titlana. Ég held hann eigi 6. Ég á 4. Ok, hann er það nummer 1. Ég er nummer 2. Ok. Það er samt afrek. Já, ég meina, hellingadóti sem að ég á í þessu. Af hverju byrjaði í keilu? Hvað var það sem kveikti svona á hann í þér? Pabbi var í keilu. Og var það hann sem bara svona náður, var hann að íta þér út í þetta? Nei, hann ítti okkur, við vorum öll í þessu, öll 3 systkini. Já, alveg, systið var líka í þessu. Já, Bjöggi líka. Já, ég myndi því. Já, en hvað heldur það að vera við þig sem að þú bara okkur svo, herri, ég ætla bara að fara all in í þetta? Sko, ég veit það ekki, að ég var ekkert góður. Sem krakki var ég ekkert góður í þessu. Nú? Nei, ég var ekki alltaf líka. Varst það ekkert eitthvað svona prodigy, eitthvað undrabarn? Nei, ég var ekkert undrabarn, alls ekki. Engin Tiger Woods? Nei, bara klárlega ekki. Gæinn sem er bestur í dag, besti íslendingur í dag, hann var þannig. Sástu hann 10 ára, þessar eru geðveikur í keilu. Já, hann er 26 ára í dag, hann er bestur í dag. Þú veist, það er erfitt að segja hvernig nákvæmlega bestur, en hann er bestur. Hvað er það gamall gæi í dag? Hann er 26 ára. Hann er 26 ára í dag? En hann er líka bestur af því hann býr í Svíþjóð og næra stund miklu betur. En þú sást á honum, þessi gæri var að vera geðugur. Sást það ekkert að mér og ég var bara mjög seint góður, sko. Lengi að verða góður. Og er það bara æfing og hard work hjá þér? Já, í rauninni, sko. En þú lítur samt að vera með eitthvað talent. Já, hlýtur að vera, þú veist, með eitthvað náttúrulega talent, væntanlega, en þú veist, það sást ekkert strax. Ég man alveg eftir því þegar að, þú veist, ég held ég að verið 14 ára, 13-14 ára eða eitthvað, þegar að ég segi við pappa bara, veistu, við erum að gera eitthvað eða ég hætti eða, veist, nei, ég spurði hann eiginlega svona, getur þú hjálpa mér að því ég nenniskilingur og þá fóru út í að, þú veist, þá fóru hann og talaði félagið sinn og bað mig, þú veist, þá fór ég auka tíma, sko, þá fór ég að leggja svona auka á mig, þá fór ég ekki bara í svona úlingaöngu sem var alltaf, þá fór ég að fara í auka tíma, auka engakennslur. Fannst það eins og þú væri komin okkur ákveðið svona þrep og þú bara eitthvað svona, herru, ég nenni ekki að vera bara hér. Nei, ég var bara ógeðslega lélegur. Já, að það? Það var bara málið, þá var allir að rústa mér. En þú veist þá væntanlega með eitthvað keppnisskap sem kveikti í þér og bara... Mér finnst þetta ömurlegt. Já, verður svona lélegur. Mér finnst þetta ömurlegt. Og ég bara, þetta var bara þannig, við verðum að gera eitthvað í þessu. Ég get ekki verið svona lélegur, ég er búin að vera í þessu endalaust. Svo bara gerðist eitthvað, bara flippa, ég bara einhvern veginn fatta þetta. Náðu bara tökum á þessu og bara æfði mig mikið og bara búm og allt í hennu bara, þú veist, til 19 ára þá er ég orðin 17 ára kemst ég kallan þetta, sko. 14 ára var ég hætta.
bara 3 ára setna þá var ég bara komin í A-landslið. Já. En varstu þá langingstur eða hvernig virkar það? Í A-landsliðinu? Já. Er þetta allt bara fullorðnir menn? Þetta voru þá, sko. Ég var einu svona krakkinurinni. Næst yngsti var, það var kannski, svona 6-7 ár í næsta. Já, þannig við 23-4. 5, kannski. Hvernig leið þú byrjaði að spila með þessum fullorðnum mönnum í landsliðinu? Ég var stressaður, sko. Fannst þér svo ættir ekki heima að það? Nei, fannst það ekki, sko. Kannski, veit það ekki. Þetta er náttúrulega lítið community, sko. Já. Þú veist, það þekkjast allir og það þekkja allir alla hana. Og maður alltaf búin að sjá þess að gæja og líta upp til þess að stráka bara, þú veist, síðan maður var lítill. Og svo kemst maður, ég veit það ekki, ég var kannski bara byrjaðar að vinna þá. Þú veist, í deildinni eða eitthvað, ég man ekkert eftir því þannig. En ég man ekkert eftir þetta hafi verið eitthvað intimidating. Mér fannst það bara svona, wow, þú veist, er ég mættur hérna? Bara freka cool, heldur en eitthvað svona, segir, eitthvað svona ókveikandi. Já, þú veist, alls ekkert eitthvað svona, shit, ég er að fara að bregðast heim. Meira bara svona, shit, er ég að fara að keppa á þessu stóra móti. Veist, þannig að já, örgulega bara meira cool, sko. En hvað finnst þér einkenna góðan keilara? Góður. Sko, wow. Það er spurning. Já, ef þú gefið góður í keilu, það er góð start. Að ég átt vel þessu fyrir mér. Að því að, keila, þetta er alveg, mér er skan í keilu. Já. Ég ætla ekki að segja þessu góður í keilu. Nei. Langt frá því. Þetta er það sem ég heyrur öllum. Ég skal ekki gaman í keilu, ég er ekki góður í keilu. Nei. En ég get svona sagt það, þegar ég fer í keilu, sem ekki endilega oft, en ef ég kannski spur, kannski okkur vinnustæð, bara öll að fara í keilu, þá er ég alltaf bara, já, ég er að fara að rústa ykkur. Skilur þið? Segir ekki bara, já, það er ekki gæðin sem bestur í þessu. Nei, ég reyndar aldrei nota það. Jú, ég hef eitthvað til að sagt það. Ég er alltaf að fá ég fá alltaf snöpp frá fólki sem fyrir keilu og tekur alltaf mynda sem hefur ekki sér skiltin eða. Það er svona skilti á súlum í keiluhöllinni. Yfir alltaf 300 leiki og ég er alltaf flesta 300 leiki á Íslandi. Nei. Það er bara svona Hafþór Arason, út allt. Og það er allir bara að taka myndir. Ég er svolítið það. En segðu mér eitt. Svo ætlum ég aftur að spyrja út í þessu spurningu. Hvað enginn er góðan keilu... Þannig ætla ég að segja keilu spilara. Já, þú mátt það alveg. Já. En keilari, það er flottara. Já, ég meina hvort það segja bíómynd eða kvikmynd. Já, hvort þú ekki rétt. En með það er ekki bara ein keiluhöll í dag. Það er ekki annar staður. Sko. Eða kannski fyrir norðan. Nei, hún er farin. Ef ég er að spila keilu á Íslandi, er það bara Egilshöll? Nei, það er ein staðsending út. Á höfuðborgarsvæðinu? Nei, það er á Akranesi. Það eru 3 brautir á Akranesi. Heima hjá okkur? Nei, já, bara ekki. Hann með bíósal, Björgúlu Tóra. Keilusal. Nei, þetta er í kjallara í íþróttahúsi. Sundhöllinni, eða eitthvað. Nei, ég man ekki. Já, er það? Hvað er búin lengi þar? Þetta er búin að vera lengi, sko. Er þetta eitthvað lindamál? Nei. Ég hef aldrei heyrt það. Nei, nákvæmlega, það veit enginn af þessu. En, þú veist, þetta er náttúrulega bara 3 brautir. Og þetta er svona, þú veist, íþróttafélagið, þú veist, keilufélag, Akranes, reykur þetta, sko. Þannig að þetta er íþróttasalur, sko. Þú veist, fyrst og fremst. En það er ekkert það langt síðan. Svo er ég ekki að segja hvað kæftan hana. Ekki fara að láta mig gráta hana. Að við vorum með fullt af brautum og fullt af sölum. Var ekki saman tíma Egilshöll, Mjóddin, Öskjuhlíð, eða var þetta ekki alltaf saman tíma? Nei. Sko, Mjóddin fór á Akureyri. Það sem var í Mjóddinni fór á Akureyri. Var það þannig? Þannig að Öskjuhlíðin, Egilshöll, Akranes og Akureyri var alltaf saman tíma. Já, það er það 4 staðir. Já, og þú veist, við erum að þannig 44 brautir. Þú veist, það voru 22 brautasalir í Reykjavík. 22 brautir í Egilshöll? Já. Já, er það svona stór? Já, hann er stór, sko. Og Öskjuhlíðin var jafnstór. Þannig að það voru 44 brautir, 3 á Akranesi og 8 á Akureyri. Þannig að við erum að tala um 54 brautir. 55 brautir. Góður reikningi. Og núna er þetta komin í... 25. Semst 22 í Reykjavík. Og svo þess að 3 hérna upp á Skaga. Ja. En af hverju gerðist þetta, veistu það? Sko, já, ég veit það, eða, veist, Akureyri lokaði bara. Já. Það bara, reksturinn... Gekk bara ekki? Nei, bara hélt, þú veist, það bara gekk upp. Eða, þú veist,
það svaraði, þú veist, hjælt bara ekki, þau gátt ekki haldið sér gangandi og í rauninni bærinn, þú veist, tók ekki undir, þú veist, sjálfsög bærinn að aðstoða íþróttafélagið við að halda, hvað er að gera á Akureyri? Það er ekkert að gera á Akureyri. Ok, þú veist, það er alveg eitthvað, en þú veist, jú, ég meina þau fara í bíó. Það eru skemmtistæðir. Já, það má ekki núna. Það er engin smitaðar þar. Það eru 3 eða eitthvað. Það er hellingur að gera. Já, ég meina, þú veist, þetta álega vera vinsælt, það álega vera hægt að fyrir keilu, en bærinn vildi ekki eitthvað, pizzar ekki inn og þeir selja þetta hús og þá bara, það er ekki ennþá, ég veit ekki hvað er langt síðan, mörg ár síðan, sko, 6 eitthvað. En heldur þú líka að þeir sem eru í raun að spila keilu og það er eitt að tala um að þetta sé einhverju landslismenn, heldur bara svona vennilt fólk sem er bara geðegan að hafa keilu, þú veist, fer þeim svona fækkandi það? Já. Það er mjög áhugavert. Já, það gerir það, sko, og það er eiginlega bara, sko, þetta er nefnilega skemmtilegt. Þetta er ógeðslega gaman, það geta allir gert þetta. Já. Og það er hægt að gera svo margt í kringum þetta, en okkur vantar svo miklu meiri aðstöðu til þess. Þú veist, við getum ekkert gert. Ég get bara ekki, ég var til að setja upp áhugamannamót. Ég man eftir því þegar ég var að, þú veist, úlingur og þá biljardsstofa í Hafnarfirði, bjó Hafnarfirði. Já. Og þau eru með svona eitthvað þriðjudagsmót sem þú veist bara tekið þátt í. Bara vikald mót? Já, með minni það allavega. Og ég fór að keppa í púl. Ég haf aldrei æft púl. Keist mig kjöða, fór að keppa í púl. Mætti bara borga eitthvað 500 kall eða eitthvað og keppti bara við einhverju gæja sem voru ógeðslega góður. Ég tapaði alltaf. Er hún ekkert gert mikið í kringum keilu? Get ekki gert það. Ég var til að hafa eitthvað svona amatörmót. En nú er það flott aðstæða í Egilsstöðum. Það er bara full. Það er bara fullt. Alltaf. En af því svo vinsælt? Áhuga, þú veist, þú að fara í keilu með félöðunum, það er brjálæðislega vinsælt. En ef þetta er vinsælt, akkur er það ekki til annar staður? Ég skil það ekki alveg. Nei, sko, málið ástæða fyrir að Öskjuhlíðin lokaði er að gæinn sem var að reka Öskjuhlíðina, átti Öskjuhlíðina, húsið og reksturinn, opnaði Egilsstöðina. Selur síðan, þú veist, þegar að Sim og Jói kom hann inn, selur þeim og þeir, að ég held, ég veit ekki hvort að ég sé fara með rangt mál, þeir telja bara ekki grundvöld til að reka báða staði. Já, þannig að þeir í rauninni loka öðrum, fókus á Egilshöll, Öskjuhlíðin var þreytt, sko, búnaðurinn var slitinn og gamall og svona, þurfti að endurnýja hluti, þannig að þeir loka því, einbytta sér á Egilshöllina, húsið verður selt, nú er Mjölnir að það, og that's it, þar erum við í dag, sko, og það bara, þetta er svo dýrt, við erum að berjast, íþróttafélagin er að berjast brjálæðingar við borgina, af því að borgin þarf að koma inn og veist, fyrir íþróttafélagin í borginni og við erum að berjast við að fá sal sem getur verið íþróttasalur þar sem við getum stundað íþróttina keilu en það er bara þvílíkt erfið fæðing. Já, þú meina það að Egilshöllin er það bara fyrir gæðir sem mig? Svo segja hann að ég er alltaf að líka sér golf af því að það þekki allir golf þú kannski þekkir ekki golf Ég spila golf, Hafþór Ég á sett Þú geði ykkur golfi Ég er reyndar umlur í golfi Nei, ég líki sér þannig að segjum svo að aðstæður maður er alltaf að passa sig líka ég ætla ekki bara að vera eitthvað að trassa Egilsstöðina, keilutin Egilsstöð ég ber bara virðing fyrir því fólki það er bara í mjög erfiðri stöðu það er bara að reka bæði skemmtistað og íþróttarstað á sama tíma og það við erum að tala um klukkutíma apart það er bara, það loka klukkan 1 á föstudagskvöldi það er búið að vera bila jam það byrjar Íslandsmót klukkan 9 morgunin eftir Já, ég skilji við erum að tala um það er bara bjórleifar pizza crusts þú veist þetta passar ekki alveg saman nei, og veist, þetta á ekki heima sama stað sko og þetta er bara eins og að vera Íslandsmót í golfi og það er bara kvöldið áður veist, þetta er bara mitt sumar, kvöldið áður það bara er voru tónleikar eða eitthvað Advanja bara með fyllirísgólf frá miðnætti til 4 og það eru bara bjórdósir og gengur ekkert upp það myndi aldrei verið í boði af því að golfvöldurinn segir bara hei, þetta er ekki í boði, það er Íslandsmótið á morgun bara gleymið þessu, getur bara gert þetta ekkert sérna
nema þú fengir aldrei að gera þetta í golfi því að golf respectful sport. Já, en þeir sem þetta eigin svo alla gæðanir, þeir eru það meira fókus á þetta sem bara svona afþrengu. Þeir verða bara að reka business. Þú veist, það er bara dýrt að reka hana sal. Það kostar bara mikið í leigu og þetta er stórt húsnæði og þú veist, þeir verða bara að gera bæði. En hvað verður þá íþróttina keilu á Íslandi? Ég veit ekki. Þú veist, ertu að fara að fá þá einhverja fleiri einstaklinga? Nei, ég menna, þú veist... Sem vilja keppi í þessu og... Ég skal segja þér, ég bjóði Svíþjóð, flutti Svíþjóðar þegar ég var 20. Og þegar ég var 20, þá var ég byrjaður að setja Íslandsmet og hérna, þú veist, keppum Íslandsmetara titla fullorðna. Og ég fekk tækifæri að flytja Svíþjóðar og spila með besta félagslið heimi. Og ég bara greip það tækifæri. Ég bara kláraði skólan og bara fór út, flutti út og fór í keilu. Það var bara svona draumur minn. Ég ætlaði bara að láta verða þessu. Já. Og á þessum tíma þá náði ég í fyrstu og einu heimsmeistaramedalju í Íslands. Aha. Já. Ég á brons, ég og einn annar strákur sem vorum í tvímenning, svona 2 manna keppni. Voru allt Svíjar, fyrir því að það? Nei, með íslenska landsliðinu. Já, með íslenska landsliðinu. Bara á þessum tíma. 2007, 2008 þá fyrir við til Orlando með landsliðinu og ég og Róbert Dan félagi minn, við vorum að keppa saman í landsliðinu, í tvímenning og náðum í bronsverðlaun á heimsmeistaramóti, ungmenna, sem undir 23 ára. Og það er eina heimsmeistaramedaljan sem að íslenska kallalandslið, eða íslenska keila á, bara ever, hefur gerst. Og það er töff. Það er mjög töff, ég er mjög stoltur af því. Og ég á, nú, þú veist, og stendur hann, heimsmet, sem ég seti í þessu móti. Sem er, þú veist, það er ekki heimsmet, þannig séð, en það er heimsmet eins og í frjálsum. Þú getur bara sett þetta er í rauninni heimsmótsmet. Skilur þú getur bara sett heimsmet á heimsmeistaramóti. Já. Þannig þetta er í rauninni world record. En þetta var ekki á heimsmeistaramóti? Jú, það er nefnilega þessin sem þetta er world record. Þetta er í rauninni world championship record. Og það stendur að þetta eru 12 ára gamall. En hvernig met er þetta? Þetta er met í 3 leikjum. Hæsta skor sem einhver hefur spilað í 3 leikjum í þessu móti. Þess að 3 samtals? Já, 3 leikjum í röð. 792 sem er 264 í meðaltal. En hvað er að max þú getur fengið? Er það 300? Já. Sérst, ef ég spila 1 leik í keilu og það er bara perfect, þá fæ ég 300 stig. Já. Og þú varst með hvað, 260 eitthvað per leika? Já, 262. Fuck. Já. Það er alveg gott. Það var rosalegt sko. Og það stendur ennþá. Og það, þú veist, segir sér alveg, það var brútal. Svo náði ég í aðra medalju. Fikk fullt af medalju með Sím. Nei, með sænska liðinu mínu. Þessu félagsliði? Já. Og ég spilaði 3 í sænska meistaramótinu. Ég spilaði 2 í sænska meistaramótinu fyrir ekki, einstaklings. Og ég fekk brons og silfur. Bara Swedish Championship. Og það er hellingur af Sím sem er að spila það. Er þeir miklu betri en við? Miklu betri. Ástæðan fyrir ég var svona góður að ég var þarna. Svo kom ég heim og bara séð mig bara svona falla bara hrynja niður. Ég er svona helmingurinn af því sem ég var í dag sko. En hvað er þó? Þó ég alltaf að vera betri í haustnum. Ég er alltaf að vera betri að díla við hluti, þú veist, díla við erfiðar aðstæður, lesa út úr og læra svona. Þeir segja peak age fyrir keilu sem er 35. En ok, þá ætla ég að spyrja því við vorum að tala um hvað enginn er góðan keilu spilara. Vá, ég segi þetta alltaf. Já. En því að nú erst þú ferð út, verður miklu betri, svo kemur heim og því fyrstu bara að falla. Já. Af hverju? Ástæðan er svo að ég hef bara 1 sal til þess að keppi. Það er bara ekki nóg. Já, heima. Já, það er ekki nóg. Ég hef Akranes líka, en það er bara 3 brautir og maður bara fer ekki ánga nóg oft. Þannig að við tala um bara æfingaðstöð fyrir þig. Æfingaðstöð, þú þyrftir betri æfingaðstöð, það sem að maður kæmist betur að, ok, það er 1. Keppnin, bara að fá keppni, ég kom heim og ég var bara bestur. Þurfti ekki að hafa fyrir því. Já, ég skil þig. Ég þurfti að fá, og til þess að fá þetta, þá þarf ég alltaf að fljúa. Til þess að fljúa út og keppa ykkur á mótum. Það er bara mjög dýrt. En hvað er það að þú segir, ok, þú komst heim og þú varst bara bestur. Já. Af hvað er svona góður? Þú veist, ég meina að þú ertu með eitthvað geggja kúlu, hvað er það? Nei, ég ætla bara að æfði ógeðslega mikið. En hvað er maður að æfa? Að bara að fá snúningin á? Já, sko,
Svo ándjóks, ég fór að pæla gett í þessu eftir að horfa á þessar myndir sem við ætlum að tala með þig. Já, algjörlega. Sko, það er besta líksut golf. Ok. Ef þú átt sett, þú sagði það. Já, ég á sett. Og geggja sett, veistu hvernig sett þú átt? Nei, ok, cool. Og þú ætlar að fara að æfa þig. Þú ætlar bara, ég ætlar að vera góður í golfi. Já. Þú fer upp í bása, tekur settið þitt, þú slæðir ekki fyrir boltan, þú ætlar ekki bara whack a mule, þú ætlar ekki bara eitthvað slá, þú ætlar að pæla ykkur. Hvernig helgi á kílunni, hvað eru kílvan hér, hvernig ætla ég að koma niður, ég ætla ekki að fara yfir, ég ætla að fara, þú veist, ýmislegt, það er nákvæmlega sama. Þú veist, þegar ég stilli mér upp, þá þarf ég að vera rétt í kúlunni, ég þarf að stilla mér hvernig ætla ég sleppinni, ætla ég snúi henni mikið á hlið, ætla ég snúi henni meira áfram, ætla ég að kasta henni fast, ætla ég að labba hratt, ætla ég að labba mikið til hliðar, ætla ég að opna mig mikið, ætla ég að Þetta er aðeins flóknar en ég Hendalust, og veistu hvað er erfiðara? Ástæðan fyrir ég segja, sko, golf er ógeðslega erfitt sport, ógeðslega erfitt. Það er erfitt. Þú veist, ég er ágætur í golfi, en það er ógeðslega erfitt. Ég er ekki góður í golfi, ég get slegið. Og ég er alltaf að komast að bara, shit, hvað golf er ógeðslega erfitt. En keila er sturlaðslega erfitt. Er það? Sko, ég veit ekki hvor er erfiðari. Ok. Ástæðan fyrir að segja að ég veit það ekki er, þú sérð alltaf hindrannar í golfi. Þú horfir á brautina og ef þú ert nógu góður, þá veistu bara hvað þú átt að gera. Þú ert bara eitthvað, ok, það er vindur. Skotið við bunkerinn og eitthvað svona. Já, það er bara vindur hérna, brautin liggur aðeins til vinstri, það er tréð þarna, ekki slá í tréð, sláðu bara í kringum, þú veist, dragðu hann í kringum hornið, þú getur þetta og þú getur góður. Þegar ég fara á braut, þá sé ég ekki hvað er á brautinni, en það er nákvæmlega þetta. Það er bunker, það er out of bounds, það er ýmislegt að því að búið að leggja olíuna á brautinni einhvern veginn. Já, þú sérð ekki muninur eða sérð ekki alveg hvernig hún liggur. Af því að ég fæ að sjá þegar hún er lögð og hún er lögð í svona grafi og ég sé bara svona, já, ok, það er meiri olía hérna og svona minkar hún aðeins út í kantana. Veitu hvað meina þú fara að sjá hvernig hún er lögð? Ertu að tala áður en þú fara að keppa? Já, áður en ég fara að keppa. Svona, hérna, skúringavélin, hefur þú séð hann ekkert? Já. Kallast alltaf svona fólki sem veit ekki hvað þetta er. Já, hún ekkert að skúra? Nei, jú. Þetta er um olíu? Já, þetta er bara olíuvél. En vissulega er hún að þrífa líka. Hún er að hreinsa og sjúga upp og leggja nýja olíu. Og hún er að leggja olíu eftir ákveðnu grafi. Og það er á heilli braut er tæft skotglas. Það er 25 millilítrar svona meðaltali af olíu á allri brautinni. Það er ímyndað hvað þetta er búið að smyrjit út. Já. Og þetta á að vera á svona ákveðin hátt. Fyrir kúluna. Já, það búið að taka svona visual mynd af brautinni og þú fara að sjá svona, já, það er örlítið meira magn hérna í miðjunni, svo svona trappast hún niður eða einhvern veginn eða öðru í sjó. Stundum er hún lögin langt niður, stundum er hún stutt, sem þýðir að ef hún er stutt, þá er lengri þurrblettur, lengri vegalengd sem kúlan getur beygt. Skilji. Breytir svo mikið ef hún er síðan lögð lengra og það verður svona stutt bil sem að kúlan getur beygt á. Skilju hvað ég meina? Já, ég er svona nokkurn veginn. Basic, ef hún er stutt þá beygir kúlan ógeðslega mikið, ef hún er löng þá beygir kúlan ógeðslega lítið. En finnur það ekki bara fyrsta skoti? Jú, en það sem málið er, hún breytist þetta í hvert kast. Já, þetta því að olían alltaf hreyfist. Og hún er svo þunn að þú kastar einhverju kúlu og í sníin ekki eitthvað mikið, hún svona þeytir olíunni, það bara færist hún. Og er ekkert sett á aftur? Nei, svo er bara ekkert sett allan daginn. Það þarf að klára leikinn? Nei, allan daginn? Bara 6 leiki og ég þarf að færa mig eftir hvern leik, alltaf á nýja braut. Og ég kannski fyrir á eftir þér og ég veit ekkert hvað þú varst að gera. Þú varst bara eitthvað að leika þér, bara eitthvað ömulega fílu og gekk illa og þú varst bara að kasta einhvern veginn. Vá, ég bara vissi þetta ekki. Þannig að ég þarf bara að vera þarna, ég þarf bara að taka kúluna mína, ég get ekki að horta brautina, bara eitthvað, já, ég sé að Hafsteinn er búin að vera, nei, sé það ekki neitt, þetta er bara eitthvað glært. Þannig ég þarf bara að kasta og ég þarf að lesa kúluna. Kúlan þarf að segja mér hvað er í gangi. En það er kannski enginn eitthvað góðan keilara að geta lesi í þessar aðstæður. Ég myndi segja það, ótrúlega margt, það er svona physical game sem enginn er góðan keilara, þú ert með gott physical game, þú ert að geta gert kastið þitt aftur, þú ert að geta repeatað skotið þitt. Það eru physical game? Já, ok. Svona, þú veist, bara, og í því tengst líka verið í ágætis svona líkamlegu formi. Ég ætla að spyrja aðeins út í það þér. Líkamlegu formi? Já, aðeins út í það í samtíð við keilu. Þú þarft að vera með, góðan haus, þú þarft að vera með svona, þú þarft að geta höndlað á aðstæður, þú veist, pressu og svona óþægileg moment. Það getur verið eitthvað truflun eða það getur bara verið þú verður að fara felli, annars tapari.
og þú þarfst að fara að vita helling íþróttina. Þú þarfst að vita þess að ég á 30 keilukúlur. Áttu 30? Ég á 30 keilukúlur og ég þarf að vita mununa milli þeirra. Og ég verð bara að muna það. Ég get ekki verið eitthvað að fara að googla alltaf. En er það þyngdin? Nei, allar sem þyngd. Það er bara mismandi inn í þeim. Þetta er bara eins og 9 járn og dræfur. En ok, þegar þú keppir, tekur með þér... Tekur svona 6. Já, er það? Já. Og er það shit? Og ég nota allar. Yfir þessi 6 leiki. Það eru svona 6 leikja blokk sem maður spilar. Ég nota yfirleitt allar. Yfirleitt, ekki alltaf, en yfirleitt. Og ég bara, þú veist, af því að þegar ég er að spila hérna, þá nota ég þessa kúlu. Og þegar ég er að spila aðeins lengra til vinstri og ég ætla að beygja aðeins meira, þá nota ég þessa. Ef að kúlan gerir svona, þá skipti ég þessa og ég bara svona, það er endalst upplýsingum sem ég þarf að muna og ég þarf að taka inn bara að vera alltaf á tánum. En mér er svona gana að heyra þetta, af því ég hef aldrei pælt alveg í keilu. Þegar ég hef séð keilu og prófað hana sjálfur, þá hugsa ég alltaf með mér, ok, þú veist, mér finnst bara sport, mér finnst ekki verið íþrótt. Nei. Skilur hvað, ég er ekkert að drullu við keilu. Ég skilði vel. Þetta var mín upplifun af keilu. Já. Og það var eitt atriði í Kingpin. Já. Svo fyrir maður spytur út í þar eftir. Já. Og það er eitt atriði þegar þeir komu í lokin. Og Randy Quaid segir, ég man þetta ekki orðrétt, en mér minnir hann segir, oh, it's so amazing to be surrounded by all these amazing athletes. Og það var svona klift yfir á okkur keilara. Og það er ekki margir af þeim í formi. Nei. Þannig ég fór að hugsa, þetta er alltaf grímynd, en ég fór að hugsa, getur hver sem verið góður í keilu? Óháð því hvernig líkamlega forman er í? Já. Þú vilt segja já við því? Já, í rauninni, sko. Skulum að hafa þá hreinu, ég veit alveg að Kingpin er að gera grína keilu. Þetta byrja strax í byrjun. Það er verið að gera grína keilu. Það er bara partur af þessu. Mér finnst það bara fyndið. Ég tek það ekkert illa. Mér finnst þetta mjög fyndið moment. Af því að þetta er svona sem þú lítur á keilara. Þeir hafa, back in the day, það voru þeir bara svona feitir og ekki í formi og drukku bara Pepsi og borðuðu bara pizza og voru bara ógeðslegir. Já, er það? Það var bara nákvæmlega saman í golfi. John Daly, séð hann eða? Já, hann var með smá bumbu. Ég var bara feitur og ógeðslegur, reykti bara og var bara, það var ekkert íþróttamæður. Sástu gæðin sem vann US Open í árið það? Nei. Fucking kjötaður. Hann er bara massaður. Þetta er bara búið að breytast. Já, þú meina það. Bryson, ég man ekki nafnið hans, eitthvað, hann er bara svaðalur, sko. Hann hann sett á sig 40 pund af vöðum. Býtu, ertu að tala með ennþá golf? Ég ber þetta alltaf saman. Já, en eins og besti keilar í dag, hvernig lítur hann út? Hann er í formi. Já, hann er í formi. Já, þeir eru bara í misgóðu, en skilur þeir eru ekki feitir. Já, þetta er búið að breytast. Einn og einn sem er feitur og ég er svo pirraður út í það. En svona prófara sem ég er að fylgjast með, að því að þetta er ennþá lítið community, þannig ég þekki ógeðslega marga af þessum bestu atvinnumönnum í dag. Þetta er ekkert stjörnur, það er einn sem er stjarna. Þekki hann reynda líka. Ég þekki hann ekki. Nei, en það er stórstjarna, skilur. Hann er örugglega með svona 3 milljónir á mánuði bara fyrir að spila keilu. Já, hvað stanskur hann? Hann er Ástrali. En það er líka bara út af prómói og hann er stór á Instagram og hann er bara svona, þú veist, og bara vinnur ógeðslega mörg stór mót. Börsum fyrir því, ég er svo pirraður að sjá þessi gæja sem eru að keppa við á bestu og þeir eru ekki í formi. Þú veist, þetta er atvinnaðinn, þú vinnur við þetta, þú ert geðveikt góður, drullar í form, þú yrði bara betri. Já, einmitt. En ok, þannig að svara spurningunni, já, það geta allir orðið góðir, þóttir sér í lélegu formi, en það er betra að vera í formi. Já, ég skilji. Eins og örugglega, þú veist, það er að segja það allt. En eins og þetta minnst bara, ég veit, þú veist ekki... Það er aldrei betra að vera feitur eða vera, þú veist, með bumbu eða vera, þú veist, illt í hnjánum. En eins og þetta sport eins og pílukast. Ég er ekki að spyrja því að þú ert einhver pílukast sérfræðingur. Nei, en ég þekki alveg, þú veist, ég hef alveg hort á pílu og ég þekki alveg, það er bara allt öðruvísi. Það stendur bara og kastar einhverju. Já, það er bara allt öðruvísi sport. Þú veist, það er brútali erfið íþrótt líka. Þú verið í pílu. Ég bara, er það erfitt? Eða hvað mennur? Er það erfitt? Hefur þú hitt ekkert 3 Já, þú meður upp á nákvæmlega. Vá! Já, ég ætla að píluspjald, sko. Já, ég ætla að það er líkanlega erfitt. Ég fór daginn, keypti mér píluspjald og pílur fyrir 40 skall. Í svona dellukall. Ég hefði ekki að kaupa mér eitthvað hagkaup, sko. Keypti mér bara eitthvað geðveikt gott. Ég bara, ok, ég ætla að prófa þetta. Og ég er ágætlega góður að hitta hluti. Ég er búin að gera þetta í keilu. Þetta er svo erfitt, Hafsteinn. Ég meina að hitta alltaf í... Vá! Ég hitti kannski 1 sinni 320, næstu bara 3.
hinum á spjaldinu og þeir eru bara geðveitt góður í þessu. Þannig að ég ber mikla virðingu fyrir píluspilurum en þeir þurfa ekki að vera formi. En eins og biljartgæjar og svona púlgæjar? Ég myndi að halda að þeir þurfa, af því annars bumba maður fyrir þeim. Þeir þurfa að vera svolítið flexible. Já, reyndar. En þetta er alltaf allt öðru sítrættir. Já. Af því að þú nota miklu meira vöðva. Sko... Í keilu, svo svo. Já, af því að, þú veist, ég get ekki að sýnt þér að meira, það er svo erfitt að lýsa þessu. Þú veist, þú verður alveg þreyttur í vöðunum og spilar, af því ég spil í 3 klukkutíma streitt. Þeir eru að keppa? Já, þú spila keilu í 3 klukkutíma streitt. Ég klukkutíma? Já, allir sem að talaði með bara eitthvað, ég fyrir keilu í gær, ég er alveg pínu aumur í hendinni. Þú veist, já, hvað tókstu marga leiki? Þeir segja það. Ég tek 12 í röð. Ég spilaði eins og keilu frá 9 morgun til 9 á kvöldi. Ok, ég er náttúrulega miklu vanar þessu. Já, ég skil gott við. En ég get verið stundum að henda kúlunni, af því að brautin er orðnað þannig, ég þarf að henda hann yfir rennur, þú veist, svona rennur svona, sikur megin, og ég þarf að vera svo langt vinstra megin á brautinu, og ég þarf að henda henni svona yfir. Ég er með 7 kíló kúlu, ég þarf að henda henni svona 3 metra áfram í 3 klukkutíma streitt og verður þreyttur, sko. Reynda þú að segja það, og sko þetta er bara svo mikið, þú veist, 7 kíló hlut á fljúandi bara svona flegi ferð og balans, þú veist, hné og annað, þú veist, þú þarft alveg að ég ekki segja ég sé ykkur gegn í formi en það finn ég alveg, ég er búin að, þú veist, ég er með smá COVID-kíló og ég var að eignast barn, ekki ég var ekki Nei, ég skil hvað en þú veist, ég var að eignast barn og ég er búin að vera pínu svona smeykur í COVID, búin að vera minni í ræktinni og ég finn það. Kannski mér bæta með einhverjum, þú veist, 5-8 kílóum á einhverjum mánuðum. Þegar þú ert í toppformi, þá ertu betri í keilu. Miklu betri. Finn minna fyrir hnjánum á mér, þú veist, eða hnénu, það er svo mikið álag á eitt hné. Og bara öxlum og höndum og þú veist, öllu bara. Ég verð veginn það, eftir þetta stuttarspjall sem hún eiga núna, sem er í keilu, ég líti aðeins öðru sá hana. Já. Og ég kannski ekki segja að ég er með fordóma gangi keilu, en ég var bara eitthvað svona... Ég er með rosalega breytt bak að það kemur að keilu, sko. Ég er bara, þú veist, ég er öllu vanur. Er hægt að æfa keilu? Ég er hægt að æfa keilu? Ég þarf líka að vinna það, af því ég hef verið á landslýsæfingu. Ég var á landslýsæfingu bara daginn og landslýstjálfarinn okkar er Svíi. Og í þessum COVID-tíma við verið að nota hérna app sem heitir LaneTalk og það bara er tengt við skorkerfið þannig að hann getur séð sko fylgst með hvað við erum að gera. Og við vorum að gera svona drills, bara, þú veist, við vorum að gera bara hérna spila eitthvað ákveðna leiki ákveðin hátt og hann átt að fylgjast með og ég er í þessu og það er bara svona, þetta er svona mikilvægt það var að vera að taka út liðið fyrir Evrópumót og svona og það var svona gæsun við hliðina mér bara hér bara eitthvað konur að hlæja er það að æfa og ég bara, þetta þarf ég að gera á landslýsæfingu og ég er bara svona ég get þetta ekki núna nefnir ekki, það var einn gæi með mér aðeins yngri en ég fann að leiða þetta hjá mér, ég segi bara já, þú veist, ég nenni En finnst þér vera fordóma gangvart keilu? Já, svona, skilur, það hefur engin virði, ekki það, ég er ekkit sárið úr þessu, ekki taka þannig, en já, þú veist, það finnst þetta engum vera neitt þeng. Af hverju það sé? Ég skil það ekki. Af hverju það sé? Af því að það er allir bara eitthvað svona, já, golf er gett erfitt, ég veit ekki, af því að kannski, þeir hafa ekki prófað þetta, af því sko, keila eins og þú myndir spila hana á eftir eða þú færi bara eftir með féluðinum er ekki sama keila og ég er að spila Nei. En ef þú fer að prófa golf þá ertu alltaf að prófa sama golf og atvinnumennir að gera, skilur hvað að menna þú ert alltaf með sama í rauninni þú ert með sömu kilfu og þú ert að reyna að gera sama hlut þú ert að reyna að slá kúluna þetta langt og beint En finnst þú ekki að vera að gera það í munun ef ég fer keila og svo þú? Nei, þú ert ekki að gera það sko Þú veist, ég er ekki bara að henda í fremstu keiluna þú ert bara því, þú bara finnur eitthvað kúlu þessi fín, og þú bara eitthvað miðjan hann, ég ætla að miðjuna ég er ekki að gera það, ég er rauninni miða miklu minna heldur en heldur ég miða eitthvað en mikilvæg hluturinn er að ég geri alla hlutina sem ég á að gera Hvað er það snúningun á kúlunni? Já, hvernig ég kasta henni frá mér hversu fast og hvernig hún lendir á keilunum? Já, ég þarf að halda sama hraða og ég þarf að gera sömu hluti með ég þarf svona að rúlla henni af hendinni það er miklu mikilvægur að heldur hann að hitta hennan litla punkt. Sem eitthvað flokknar ég held nefnilega að maður myndi bara kasta og þú miða bara á miðina. Þetta er svona, þú veist, ef ég myndi reyna að koma ykkur að viðlíkingu, ef að hérna,
þú færir golf með í sandölum með svona sturtuhaus þú tækir bara sturtuna heima hér bara, þú losa það og nota það sem kilvu já, ég skilji hvað ég meina og þú eitthvað, bang, ég náði að slá kúluna golf ekkert mál já, ég skilji hvað það þú veist, já, ok þetta ekki saman hlutur einhverjum skóm sem að, þú veist renn ekki neitt, skótni mínir með sérstökum sólum, ég get skipt sóla ég ætla að spyrja, hvað áttu marga golfskó? Ég var bara eitt par golfskóm, en keiluskó nei, fyrir ekki keiluskóm ég var reynda bara eitt par keiluskó skilur, ég skipti það bara út Byrju, já, ok, þú átt ekki eitthvað svona mörg pör ég get tekið bara svona velcro bara franskar rennlás ég bara ríf sólan af og ég set nýjan þegar ég fyrir til dæmis í annan salegstar út í útlöndum það rensli kannski öðru sig og þá skipti ég þannig að þegar þú segir að það er 30 keilukúlur þú ert ekki að 20 skópur nei, en ég á í rauninni marga að því ég get skipt sko. ég náttúrulega með, en ég vil alltaf hafa sömu skó það er ekki gott að vera nýja skó stífir og svona nei, sem þú segir, það make a sense þetta er bara en kúlan það er allt annað eins og maður kaupir sér nýja skó og þá það ganga á til já, en kúlan getur líka verið ný að þú veist, nýbúin að bora hana eitthvað en ég er með svona skiptanlega þumla líka þú veist, ég get bara tekið þumagatið snúið í úr og setta í næstu þannig ég er alltaf með sama gripirunni þetta er flóknara sport en ég já, þetta er mjög flókið ég get talað um þetta endalaust og ég er náttúrulega með útvarpsþátt ég ætla að spyrja hans út í það þú ert með eitthvað svona keiluþátt já, ég er með svona útvarpsþátt sem heitir Keiluspjallið og hvað er það? það er Sport FM heitir útvarpsstöð og þetta er svona podcast þetta er útvarpsþáttur en þetta fer líka á Spotify og ert að fá alls konar gesti til því? já og þá bara, spjallið er alltaf keilu já, þetta er sko já, einmitt, við erum búin að tala bara almennt af því að það hefur ekkert verið í gangi og nú er deildin og svona byrjað að rúlla þannig að við erum svona að fara yfir niðurstöður þú veist, hver er búin að vera bestur og svona, við munum ræða bara sem almenna keila á Íslandi og bara út með heim en ég er búin að vera að þurfa að spinna svolítið, byrja þetta í júni bæðu ekkert að gerast á sumrin í keilu og svo COVID, það var ekkert í gangi og ég er bara svona, já og ég get náttúrulega að tala bara endalaust þú heyrir það, ég get tala endalaust keilu ég tók einn þátt sem ég bara að reyna að útskýra hvernig keila sko. En er eitthvað tímabil með keiluna? Er það bara allt árið? Já, þetta er allt árið og þegar að þú veist, þegar ég var að gera þetta sem mest þá er ekki pása, sko. Aldrei en þetta er vetrasport, sko. Það eru margir sem að eru svona hobbykeilar þú veist er bara í þessu upp á gamanið það skipta svolítið, fara svolítið í golf á sumrin og fara svo í keila veturnar það er mjög algengt, og með líka í Svíþjóð sko. Og þá leggja eiginlega bara deildin klárast og það er einhver mót á Evróputúrnum, ekki náttúrulega núna en hafa verið, og ef þú ert að stunda þetta for real þá ferðu á þau og þá ertu bara að æfa meira á sumrin, breyta kannski En eins og meðan útastátt, er þetta vikuleg þáttur eða hvað? Þetta er aðra hverju viku Já. Og hvað er þetta, cirka klukktíma þáttur? Já, klukktíma þáttur, aðra hverju viku. Og hvernig er þetta fílaður með svona þátt? Mér finnst það mjög gaman, sko. Ég er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara passjónum mitt. Það var passjónum mitt í 25 ára eða eitthvað, sko. Þú veist, þetta er eina sem ég þekki. Getur þú talað endalaust um þetta? Endalaust. Og eins og þú segi, ég er ekki eins og byrjaður að útskýra fyrir þér. Þú veist, þetta er svo flókið. Og ég, þú veist, Ég er búin að fá smjör þegar. Já, þú veist allan meira núna heldur nú vissir áður. Já, og ég verði ekki um það, ég sagði það, ég er svona ég ber aðeins meira virðingum fyrir núna tækninni sem þarf til þess að vera góðu keilari. Já, mér finnst það gaman, en það er líka kannski, ég veit ekki, þú veist að minnast að fordóma svona ég kannski pínu hrættur að tala mikið þetta, að því ég er bara svona eitthvað ég hugsa bara að það allir sem horfa á þetta eða heyri þetta, er bara eitthvað ég er ekkert að hlusta á þetta þú veist, ég er ekkert að hlusta á hvernig keila er En mér finnst, málega, þegar þú hefur svo mikla ástríðu fyrir þessu, mér finnst ástríða mjög smitandi mér finnst það mjög smitandi og þó ég hef ekki kannski geðvegan áhuga á keilu þá finnst mér þetta áhugavert að hlusta því tala um hana það er skemmtilegt að heyra því þú veist, mér finnst gaman að hafa þennan útvarpsþátt eða þetta podcast sem ég er með og þú veist, ég er stundum eitthvað að reyna að bremsa mig, reyna að hafa þetta meira svona
svona basic, en ég hef líka, því að það er flest allir keilara sem eru bara að hlusta á það hjá mér, þannig ég þarf að fara á Ítalíu í þetta líka. Já, en það er líka bara eins og ég með þetta bíómynda podcast, ég átti svindla, fara aðeins út fyrir og mér finnst það bara gaman. Já. Skilurðu? Já, mér finnst líka gaman að, þú veist, ég er búin að hlusta mikið á bíóblaður og, þú veist, hlusta marga þetta, mér finnst mjög gaman að heyra þig greina hluti sem ég pældi kannski ekki í. Já, einmitt, ég er svona, þetta er fín lína. Já. Skilur, mér finnst gaman að fara svona djúpt í það, en svo er mér líka alveg gaman að spjallaði fólk, eins og núna, við erum búin að spjalla heillengi, við erum ekki búin að tala mikið um bíómyndir. Nei. En við förum út í það núna bara bráðum. Já, en mér finnst gaman að heyra, eins og þú veist, ef að þú ert að segja kannski Christopher Nolan gerði Dark Knight og svo, þú veist, gerði hann Tenet og ég bjóst við þessu frá honum, eitthvað svona sem að ég kannski myndi ekki pæla í. Þú veist, ég veit að Christopher Nolan gerði þetta og Christopher Nolan gerði þetta, en ég kann ekki að spotta karakterinn hans. Nei. Þú kannski býst við karakterinum hans. Já. Skilur við? Ég líka, Mér finnst það gaman. Já, þetta er bara sem í keilu, ef þú verður að horfa okkur spila keilu, þú ert væntanlega að fara að horfa að öðru sem ég. Já, guðum góður, ég horfði á Kingpin öðru, þú horfði á Kingpin. Já, ég ætla að spyrja, við byrjum aðeins á Kingpin. Já. Sem ég er mjög hrifinn af, mér finnst það mjög skemmtileg mynd. Mér er bara alltaf fyndin. Og mér finnst hún bara eldast nokkuð vel. Hún er bara æðisleg. Ég ætla að spyrja, hvernig finnst þér hún? Ég elska Kingpin. Aha. Ég elska hana. Ég elska hana, þetta er geðveik mynd. Það er ekki, burtsér frá hvað hún er, hún er bara ógeðslega skemmtileg. Farrelly-bræður á þessum tíma voru góður. Ógeðslega góður. Dömmi er alltaf bara, er það ekki bara besta grín mitt allar tíma? Hún er mjög óvalega. Það er erfitt að segja hvað er best. En fyrir mér er hún allavega toppnum á Ace Ventura 1 og, þú veist, og þessar í rauninni. Mér að því að þetta er svo gott fyrir mig, sko. Þetta er svo mikið svona, wow, að horfa á mynd sem snýst keilu. Já. Þú veist, Big Lebowski kom með keilu inn, það var ekki keilu. Nei, en Kingpin er keilu. Kingpin er keilu, snýst bara keilu og gæja sem vildi bara vera bestur í keilu, þetta er bara mig, Hafsteinn. Þetta er bara... Ert þú Roy Munson? Ég er getting Munsoned out there. Nei, já, þú veist, þetta er bara geðveikmynd og þetta er bara, ég elska hana frá upphafi og ég... Pappi hans var að kenna hún. Já. Eða svona, þessi pappi þinn. Það sem er ógeðslega fyndið, manstu vel eftir þessari myndið? Kingpin? Já. Ég horfði hann bara gær. Já, ok. Þegar hún byrjar og svo fyndið, svo gott atrið, sko. Hann er eitthvað, go grab your ball og eitthvað og hann er eitthvað svona, gera eitthvað svona baseball, þú átt að halda þessi með baseball. Ég veit það. Svona með keilukúlu. Og ég er svona, ég veit að gera grína keilu. Ég veit það. Finnst þér það? Já, þeir eru að því. Þeir eru að gera grína að keila er pínastari. Þú veist, þeir eru að því. Það er engin svona stór eins og Roy Munson verður eftir amateur state champion. Þetta er svo mikið grín. Hann er ekki neitt. Það myndi enginn vita hvað það væri. Amateur state, hann var ekki eins og professional state champion. Nei, hann fekk samt eitthvað svona gullring. Já, og þetta var svo gott, sko. Þetta er svo æðislegt. Og svo er hann bara einhver stórstjarnar, einhver klappstýrur og hann mætir bara eitthvað tekur einhverja pizzasneið og svo bara byrja hann að keppa, hvað er það? Ég keypti þetta. Já, ég veit þetta er gríminn. Mér finnst, allt svona er ég náttúrulega bara eitthvað, þetta er ekki svona, þetta meikar ekki sens, en ég elska þessa mynd, sko. Hvernig finnst þið Woody í henni? Ég elska Woody Harrelson. Hann er bara ógeðslega góður. Og hann er geggjaður í þessu. Hann var líka svo committed í þessu, vissir það? Þetta var real komo, sko, safna þessu. Ha? Já. Hann var ekki skölldur held ég á þessum tíma. Nei, hann rakaði þetta. Hann rakaði en safnaði í hár, rakaði þetta og greiddi það, þú veist, það var hárið hans. Nei, ég vissi það ekki. Já. Þetta er gott trivia. Já, ég var að lesa eitthvað trivia það. Hann vildi ekki setja sig the weight, þannig að hann var með fake bumbu, sko. Já, ég veit. En finnst þér hann besti gaurinn í þessum mynd? Nei. Bill Murray er bestur. Já, hann er bestur. Þetta er mest sleazy karakter sem ég man eftir. Að þú getur hata hann svona mikið og elska hann á sama tíma er, sko, þetta er svo mikið dick. Ég elska hann. Hann er geggjaður. Og, veistu það, við erum að fara að spoila Kingpin. Við erum að spoila Kingpin. Þetta er 25 ára góðan mynd eða eitthvað. Að hann vinni í restina er ógeðslega gott fyrir myndina, en shit, hvað ég var full. Ég bara sem áhörnundi ég held alltaf svo mikið með Roy. Þú veist, hann var svo mikið, þú veist, en það var svo gott fyrir myndina og svona seinni tíma hann finnst mér alltaf geðveikt. En við það að því að Bill Murray tók í sig skot sjálfur, sko. Veistu, eru þið báðir að spila? Já, er það? Sko, þeir eru báðir að spila stundum.
Svo eitthvað svona prógæjar eða eitthvað. Stundum eru sko stuntmenn, stuntmenn er eitthvað hættulegt. Bowling doubles. Já, bara gæjar sem eru aldrei fyrir Roy Mann, aldrei fyrir samt Ernie McCracken. Nei, hann tekur sín. Já, það er sko kúlan, þegar kúlan rúlar, það er stundum klift í það, þá hafa það verið sko alvöru köst. Ég sé það. Já. En sko, Woody Harrelson var svo lélugur í keilu, að þau þurftu að fá prófar svona kennunum, bara þannig að hann geti rúllað henni nokkuð megin rétt. Já, meina hann þarf ekki að hitta vel, hann þarf bara að geta svona... Já, það þurfti bara að lúka eins og hann gæti, að þetta var ekki plausible, hann var svo lélugur. Já, þú meina, ég hef aldrei trú að hann væri eitthvað mistar í myndinni, eða hvernig Woody var. Þannig að, þú veist, og ég sé það alveg, hann er ekki góður í keilu, en ég var samt alveg, þú veist. En Bill Murray, fannst hann skári? Nei, hann var hræðilegur sko. Og þessi 3 köst í restina, ég var alveg hérna bara, guð minn góður. Af hverju? Að þetta var svo mikil heppni. Hann hitti ekki að réttan stað, skilurðu, þú veist, hitti mismunandi í keilunar. Það er ekki cool sko, þú keppir $1 million og þú ert besti prófar í heimi. Og hann er líka með, hann er ekki með alveg kúlu. Hann er bara með eitthvað novelty, bara eitthvað joke. Já, ég ætlaði að spyrja það líka eins út í það. Þetta er alveg kúla sko. Að því kúlan hans, það er svona rós inn í henni. Og ég ætlaði að spyrja þig, er þetta algengt að menn sé með eitthvað svona flip í kringum kúluna? Já, í þessari einu kúlu, en þetta kallast leifakúla, eða svona seinnaskotskúla. Þessi kúla í rauninni fyrir beint, hún beygir ekki. Því að þess að láta kúlu beygja, það var að vera svona sérhannaða kjarni inn í henni, sem í rauninni býr til innan snúning, eða þú veist. Já, það er ekki yfirborð beint. Jú, líka. En þetta yfirborð er ódýrast yfirborð. Þetta er svona basic polyester yfirborð. Það grípur ekki brauðina og þessi kjarni sem er rósin er ekki neitt kjarni. Þannig að það er það sem ég hugsa líka þegar að horfa hana. Bara eitthvað, gat hann ekki samt bara verið með eitthvað alvöru kúlu, en þetta er meira töff. Þetta er miklu meira töff. Og ég veit að þeir keyptu þessa kúlu í sko pro-shoppi sem er svona, þú veist, kúlubúð í einum keilusalum í tökum. Voru að taka upp, keypt sér kúlu. Sérst að hún var keypt, hún var ekki búin til sérstaklega myndina? Nei. Nú? Hún var bara keypt á, þeir bara sá hana, bara eitthvað, þetta er geðið, við erum fara að nota þessa. En hefur þú eitthvað keypt við eitthvað sem var með svona kúlu? Ekki þetta rós, þetta með eitthvað svona... Já, það voru alveg menn hérna, þú veist, eitt félag með boxhanska inn í og, þú veist, hauskúpu og handsprengju og alls konar svona dót, sko. En, þú veist, hann er ekkert fara að nota það til að vinna með ykkur móti, þú veist, þetta er bara eitthvað svona til að kasta beint á, þú veist, það er ein eftir þá það er bara að kasta beint. Þetta er meira svona bara á djóki? Já, hún er ekki verið hjálpaði neitt að þessi rósin í henni eða handsprengi eða eitthvað, sko. En hvernig varst það Randy Quaid vera sem keilari? Hann var allt í lagi. Hann var alveg bestur að þeim, sko. Hann er bara allt í lagi. Ok. Þú veist, hann var bara svona fínt kast. Þú veist, mjög basic. Var, þú veist, ég sá alveg þegar hann fór heim til Ríkagans. Já. Og hann þurfti 3 fellur til þess að vinna með einu. Var þetta ekki Randy Quaid á það? Jú. Það virka hann? Jú, en það var gæja á bakvið að rífa keiluna niður. Ég sé það alveg þegar kúlan hittir keilunar að þetta er ekki að vera að fella. Fella, þú veist, þegar alla detta. Ég sé það bara, en svo dettur þetta. Ég er bara að horfa það oft á keilu, kúlu fara inn í keilur, að ég veit hvað er mögulegt og hvað er ekki mögulegt. Já, þú meinar. Þannig það var svindl. Það var eitthvað að draga niður keiluna, sko. Þú veist, það kom eitthvað bara með prik eða eitthvað. Eða það voru eitthvað í böndum, kannski. Toga niður með böndum. Bara kift þeirra heita. Ok, en segjum þetta. Ef þú ert með eins og í myndinni, þá varstu með, hvað sagðu þér? Númer 7 og 10 eða eitthvað. Já. Eitthvað, hvað kallast þetta? Sko, 7-10 split. Já, 7-10 split. En það var ekkert í myndinni. Jú, í endanum. Í lokin. Hann fekk 7-10 í lokin. Já, ok. Ég var að horfa hann í gæri, maður ekki. Ég var rugl. Sorry. Allirlega. Ég var ruglað við, sko, þegar hendin var tekin á honum. Það var, þú veist, 6-7. Já, ok. Í lokin var það 70. Já. Hjá Woody. Já. Ok, en segjum við þetta, ef þú lendir þessu, er þetta erfasta skotið? Nei. Þetta er ekki erfasta skotið? Nei, þetta er ekki erfasta skotið. Hvað er erfasta skotið? Það er hérna, það kallast það Big 4 eða 4, 6, 7, 10. Það eru svona sama 7, 10 og svo ein auka fyrir framann. Er það 4 keilur? Já. Það er erfiðasta skotið af því að
þú veist, það er auðveldar að fá þess að einu til að skoppa, eins og hann gerði, það er alveg rétt leið, sko. Það var legit. Já, hvernig hún fellir hina. Skoppaði svona, það var ekki legit, það var líka svindl. Hún fór ekki rétt að leið, en það er í rauninni svona sem þetta gerist, sko. Ok. Já, þú sér það alveg, það get fyndið, hún rúlla get hægt og hittir keiluna, og keiluna var svona, Já, ég fatt ekki neitt, sko. Þetta var bara svona sem ég potaði hennar bolla og hann bara skotist þarna. Já, þú meinar. Já, hann fór svolítið harkalega. Já, miklu harðar heldur en hann var að kasta. En það er ekki erfðarskoti. Erfðarskoti eru 4, þá þurftur hún að ná... Þá þurftur að fá þess að 2 til að skoppa einhvern veginn, eða 1 til að skoppa, þú veist, það er bara erfiðara. Það er yfirleitt sem að þeir bara skoppa ekki að því að það er skella saman einhvern veginn og eitthvað. En af hverju heldur þau ekki haft það þá í myndinni? Af því þetta er frægasta. Þetta er frægasta svona erfiðast. Já, hann með ekki sens. Þú veist, það er bara þannig. Það þekkja þetta 7-10 split. Já, það er góð punktur. Eins og, já, talandi það, þá fór ég náttúrulega að því við ætlum að tala keilumyndir. Já. Þá fór ég að finna einhverja auka myndir. Hvað, fannst það eitthvað? Herru, það er mynd sem heitir The 7-10 Split. Heitir hún það? Hún heitir það, af því við vorum að tala saman þetta. En hún heitir þetta annað líka. Hún er 2 titla. Hún heitir líka Strike. Er þetta eitthvað gömulmynd eða? Já, hún er ekkert sko, Tara Reid í henni. Hún skrifaði gæða sem heitir Ross Patterson og hann leikur sjálfur aðalhlutverkið. Ég hef aldrei heitt þessu mynd. Nei, ég gat ekki fundið hana. Ég reyndi svo ég gat ekki downloadað henni, ég gat ekki fundið hana á neinu streaming. Hún er ekki á Netflix eða neitt. Hún er hvergi. Ég hef aldrei heitt þessu mynd. Algjört drast. Þannig ég gat ekki séð hana, en ég hugsaði að það sé ekkert slæmt, af því að við vorum mögulega ekkert að fara að tala um hana. Nei, hún er líka örugglega algjört drast. Hún er örugglega ömuleg. En það sem ég varst fyndið þetta, er að hún heitir Strike, sko, það var production, titillinn, en svo heitir hún líka 7-10 Split. Það er ekki að sama Strike. Það er svona að heita bara Life eða Death. Já, þetta var svona allt þetta er bara svona akkurat öfugt. En hún official titillin er 7-10 Split. Nei, ég held að official titillin, jú. Ef ég myndi sko IMDb, þá kemur þessi titill dörglega fyrst. Já. Og Strike var eitthvað svona working title eða eitthvað. Nei, sumstaðar heitir hún Strike a.k.a. 7-10 Split. Þetta er eitthvað að þú hefur farið alveg á botnin. Ég veit það. Ég líka, sko ég reyndi að sjá hana, af því ég hugsaði, þetta er örugglega ógeðslegt. Tara Reid samt í henni, hún, þú veist, hún var alveg með einhverjum myndum. Ég meina, Tara Reid, var hún ekki í Big Lebowski? Jú, hún var mynd með í Big Lebowski. Hún er kannski fengið eitthvað svona keilu, hún er fengið keila áhuga. Mögulega. En veistu hvað sem gerir hana fyrir og eftir Big Lebowski? Veist það, ég man ekki hvenær hún var. Hún er eftir, sko. Hún er ekki af gömur á Big Lebowski. En googlar það eitthvað svona fleiri keilumynd? Já, ég hef nefnilega að gera það. Og þú varst ekkert að finna mikið? Nei, ekki þannig. Jú, eitthvað splattermynd sem heitir Gutterball. Ég nefndi ekki að leita henni heldur. Nei, ég verð ekki eftir hana. Það er bara eitthvað drasl. En mér er svona áhugað, af því að þeirra... En ég fannst það eina. Nú? Já. Með eitthvað fræg eða? Erum við búin með Kingpin eða? Nei, við getum alveg... Ég fann eina, af því að sem ég horfði á, sem var 2019, sem heitir Jesus Rolls. Já, auðvitað! Keilumynd. Með John Turturro. Já, sem hann skrifaði sjálfur. Já, en hún veist að vera glöð. Hefur ekki séð hana? Nei, er hún séð hana? Já. Er hún góð það? Nei, Hafsteinn. Nei. Hún er hræðilega leiðileg. Já, mig grunnaði það, sko. Þetta er ein leiðilegasta mynd sem ég horfði á. Hann leikur sama karakter og hann leikur í Big Lebowski. Já, hann leikur Jesus. Já, alveg, Jesus Rolls. Herru, hann tekur besta atriðið sem hann gerði í Big Lebowski. Stick it up your ass and pull that trigger till it goes click. Já. Segir það aftur. Nei, það er glata. Segir það aftur svona eitthvað klick og þetta átt og ég bara... En leikst hann ekki líka alveg sjálfur? Jú, hann gerði þetta bara alveg sjálfur og kom 2019. Þetta er fræðileg bíómynd. Þetta er svo vond bíómynd að hún er 85 mínútur. Mátt ekki vera mínútur lengri. Og samt leiðileg. Ógeðslega leiðileg, frá upphafi. Herru, sko, coverið á henni, þá er hann með kúlu. Ekki sleikjandana, sem að mjög svolítið skrítið, þegar hann var alltaf sleikjand, það var svona iconic dæmi, þegar hann var að sleikja kúluna í Big Lebowski. Mér myndi hann að coverið væri að hann var sleikjana. Nei, hann hefði svona fjólublári kúlu. Já. Ég held þess að horfa fram. Allavega, þá eru sko allir leikarnir í myndinni með á coverinu. Ok. Og þar með talin er Christopher Walken. Já. Leikur í henni. Þetta er bara vinans. Já, og Susan Sarandon. Já, þetta er pott vinans. Christopher Walken er með í 1 mínútu. Ok, hann er ekkert meira. Nei,
1 mínútu. En Susan Sarandon, 2 mínútur. Svo 4, svo drepur hún sig. Því að myndið svo leiðileg. Nei. Þetta var hræðileg mynd. Hún kemur á fangelsi, þú veist, hann ríður henni og svo drepur hún sig. En ekkert mikið af keili sem mynd? Herðu, hann fyrir einu sinni í keilu. Þannig að það meiri keila í Big Lebowski. Miklu meiri. Og eina sem, og myndið byrja þannig, ég horfði á hana því ég held að vera að fara að sjá, þú veist, Jesus í keilu, sem er svona hans home turf og hann er skemmtilegastur í. Nei, var aldrei henni keila, hann kemur eitthvað á fangelsi og svo mamman segir eitthvað, have you seen him roll? You gotta go bowling, because Jesus rolls. Eitthvað, oh my god. Þetta er svo vondvind. Ég er henni ekki að sjá hana. Nei, sleftinni, í alvörunni. Mér finnst ég ekki að vera betri maður eftir að sé hana, mér finnst það ógeðslega leiðileg. Hún er hræðileg. En þá hljótu að vera sammála það að Kingpin sé töluvert betri. Hún hljóma allan töluvert betri en Jesus Rolls. Kingpin? Já. Kingpin er alltaf bara ógeðslega góð. Myndur þú segja að vera eina af þínum uppáhalds? Já. Þannig séð, ekki sem geggjuð bíómynd. Mér finnst þetta samt góð bíómynd. Þú veist, uppáhalds bíómyndi minn, ég bara get ekki sett comedy í uppáhalds bíómyndum. Skilur þú hvað? Ekki? Nei, þú veist. Af því það ristir ekki eins djúpt? Nei, af því að, þú veist, jú, ég gaman að því, þú veist, ég bara svona, ég hef gett gladur að því, ok, en uppáhalds bíómyndi mín getur þú sagt það? Hefur pælt í þessu? Ég fer alltaf á sama stað, en mér finnst þetta mjög erfitt. Shawshank Redemption? Nei, ég fer nefnilega ekki þangað, en hún er þarna. Mér finnst hún æðisleg, ég elska hana og veist, ég get alltaf hort á hana og mér finnst hún alltaf jafn góð. Forrest Gump er hana. Já. Ég held að Tom Hanks er uppáhaldsleikari minn. Aha. Hann er bara að gera svo ógeðslega mikið góðu dóti. Mér finnst allt gott sem hann gerir. Og alls konar. Svo Terminal, mér finnst hún geggjuð. Mér fannst hún samt pínu væmin. Já, hún er það. Mér finnst hún samt góð, mér finnst hún skemmtileg. Hún er góð. Þú veist, Captain Phillips, góð. Veistu, ég sá hann ekki. Mér finnst hún góð. Mér finnst hún mjög góð. Sjórningi dóti? Já. I'm the captain here. Mér finnst hún mjög góð. I am the captain now. Já. Segir eitthvað svona. Já. Sjórningi. Já, geggjaður. En ok, mér finnst hún góð. Þú veist, Sempre Ryan. Þú veist, bara hvað hefur gæðin ekki gert? Nei. Allt sem hann snertir finnst mér vera bara basically gott stöf. Ok, þá ætla ég að spyrja þig, þegar við talum með Tom Hanks. Castaway, góð. Geggjuð. Það er ein mynd með honum sem ég er svakalega vanmetin. Mér finnst ekkert margir tala hana. Ég vona að sé hana. Já. Road to Perdition. Geðvig. Já. Ég var búin að gleyma henni. En þegar ég var að hugsa, ég er auðvitað að segja að Tom Hanks er uppáhaldsleikari minn, þá var ég líka að tælja hana upp. Hún er geðvig. Hún er geggjuð. Ógeðslega góð. En hún er smá vanmetin, sko. Já, mér finnst það. Alltaf lítið tala hana. Mér finnst það er stundum þannig, eins og gæði sem gerir hana, hann gerir líka American Beauty. Já. Og stundum, ef menn gerir svona svaka góða myndir, þá gera síðan einhver aðra, hún fellur stundum í skuggan. Já. Eins og mér finnst pínu Kingpin falli í skuggan. Á Dumb and Dumber. Já. Góð punktur, sko. Þeir hafa gert aðalega 3 myndir. En þeir náttúrulega skrifuðu Dumb and Dumber. Þeir skrifuðu ekki Kingpin. Nei, reyndar ekki, en þeir leikstirinu og þetta er svolítið mikið þeirra flavor. Þetta er þeirra flavor, sko. Og líka Something About Mary kemur hann inn í, sko. Já, ef ég man rétt, er þetta ekki Dumb and Dumber, Kingpin og svo Mary? Jú. Já. Sko, Kingpin kemur 96. Er þetta ekki 95, 96, 97? Ég held að 94, 96, 97, 97, 98. Held ég alveg, ég man ekki alveg. Jú, þetta er þessi röð. Já, hún fellur inn á milli. En þú byrjar að sjá, eins og þú veist, það eru leikarar úr Something About Mary í Kingpin. Já. Og þú veist, hljómsveitin og svona eru þannig. Algjörlega, en mér finnst bara hún einhvern veginn, mér finnst Kingpin oft gleymast. Já. Og málum með Kingpin, að því nú er ég að horfa hann aftur, ég horfa alveg nokkuð reglulega á hana. Já. Að það er bara svo margir góði brandar í henni. Svo ógeðslega góði karakterar líka. Já, geðveikir. Þú veist, þeir eru allir góði karakterar. Já. Ég fílaði, mér finnst hún líka geggjuð. Ég fílaði konuna. Varst það ekki fíla hana? Jú, allt í lagi. Mér fannst það chemistry, þegar hún kemur inn til þeirra, þeir eru 2, Randy Quaid og Woody, mér fannst þetta tríó mjög skemmtilegt. Já, algjörlega. Mér fannst eitt kjánalegt í myndinni. Það er þegar hann kýla hann í brjóstið. Ég er samt hlósmála. Blum. Mér fannst það skrítið. En ég ætla að segja það rétt með Kingpin. Ég hlóf samt að og mér langar svolítið að spurja þig, af því að þú ert fróðar bíómyndir en ég. Ég horfði hann daginn og ég stal henni við ekki það. Þú ert rosalegur. Ég veit það. Ég leigði hann á iTunes. Já, ég átt hana. Ég var að horfa hana milljón sinni. Já, ég átt hana DFT líka. En ég stal henni og það sem er svolítið skemmtilegt við það er að þú fær stundum annað version, stundum annað cut og ég fekk eitthvað annað cut
og það var gaman og það útskýrði 2 brandara fyrir mér, ég skil ekki alveg okkur köttuð út. Ég held að þetta versjón hafi verið svona 3 mínútur lengra. Af hverju er það köttuð þetta út? Ég horfði á þessu útgáfu líka núna í gær. Í alvörunni? Já, hvað ertu að spyrja um? Okay. Hvað ertu að pæla í? Ok, það er eitt atriði þegar hann fer hana Gucci í badnið og hellir í það kaffi og hvað, það var actually point með því. Já, að þeir stelur mjólkinni. Já, sem er köttuð út. En þeir köttuð náttúrulega mjólkur atriði líka út. Já. Þegar hann fer í búðina. Já. Mér finnst það svolítið mikilvægt atriði að því að vera að sína hvað hann er ógeðslega mikið dús. Já. Svindla með peningin, byrjum að skiptum 20, tekur annan, búin mjólkin, að voru að kaupa mjólk. En þú veist, það fylgir mjólk með kaffinu, já, fría mjólkin í búin, þú voru bara að kaupa þeir og tekur barnamjólk. Þú veist, það var pointið þess. Þannig ég var bara svona, ok, okkur er klipptið þetta út, þetta var alveg skemmtilegt. Já, ef ég ætti að giska á, ég veit ekki okkur er klipptið úr. Ég var að sjá þessu útgáfu í fyrsta skipti núna í gær. Já, ég líka. Og ég vissi ekki sem væri til. Nei, ég heldur. Er þetta director's cut eða? Nei, ég held ekki kölluð director's cut. Nei. Og það sem ég er að pæla... Skil alveg okkur er klippt út tívolítrasli. Já. Nei, en eins og með þetta mjólkurættri, ég er alveg samanlega. Mér varst alveg fyndið að sjá, hann hellir kaffinu á badnið, stelur mjólkinni og nota það út í kaffið sitt. Já. En það sem mig grunar er að stúdíóið hafi sagt að tóna niður hvað mikil astni. Þetta er aðalkarturinn. Já, ok. Það er sem mig grunar. Já, þetta alltaf verið að passa hitt og þetta. Mig grunar það. Já. Bara svona, nei, hann má gera hann er að stela badni, hann er að svindla í búðinni. Þetta er bara gísk hjá mér, sko. Heldurðu þá að þessi sama ástæða sem að mér finnst ennþá mikilvægt að kött út. Manstu þegar hann kemur fötuna að Milk Your Cow. Mér fannst það alltaf svolítið astnalegt. Af því að ég náttúrulega hugsaði ég hugsaði eins og allir fyndi hann að drekka brund. Sem að var djókurinn. En ég hugsaði alltaf, hversu heimskur er gæinn? Er hann að runga ykkur tippi og heldur það sé spenar? Þetta hugsaði ég. Svo sá ég þetta kött. Þá var þetta naut bara með pung sem var eins og speni. Þannig að hann var ekkert að vitlaus. Þú veist, þetta var bara eins og belja með rísa spena. En við sáum það ekki upp hann lúka. Nei. Og mér varst þetta var 3 sekúnda atriði sem útskýrði brandarann. Mér var skrýðið. Já, ég er endur að samanlega. Af hverju kötta það út? En sko, oftast köttar út svona. En þetta getur verið svo stórt tippi og eitthvað svona vond. Það gæti verið, en oftast er það hann bara, þeir eru bara að reyna að vera með betra pace í myndinni, skilur. Hann flæði betur, þeir finnst, þó þessu, eins og þú sagði, þetta eru 3 sekúndur. Já, útskýrði annan brandara sem þið heldu, ég skildi ekki það. Nei, en samt, eins og í þeim brandara, þú þurftist hann ekki hitt, hann útskýrði hann ekki beint, af því þú skilur hann alveg. Já. Brandarinn er svo sami. Mér fannst hann samt gera hann betri. Af því þú fattar, ok, hann er ekki eins heimskur helst. En sumvist bara fyndi hvað hann er heimskur. Já. Skilur. Já. Þannig að þér er kannski hugsa með þessu, þetta er ekkert must. Þetta var alltaf hetja mín. Roy Monson. Já, en mig gruna það hefur verið málið bara til þess að stytta myndina. Já, en þá langaði mig aðeins að taka smá side note og spyrja þig af því að það er eitthvað sem heitir Director's Cut sem er yfirleitt stundum tölvöld lengra heldur en Final Cut. Director's Cut kemur frá leikstjóra, eða ekki? Er það ekki þess sem það heitir Director's Cut? Er hann sem að samþykir þetta cut? Er svo einhver annar? Jú. Ég held að sé oftast þannig. Er einhver annar sem tekur fram fyrir hann? Bara editorinn sem tekur og hendur í Final Cut og direktorinn hefur ekkert segjað það? Já, af því að málið er, það er ekkert allir leikstjórar sem er með Final Cut approval. Nei. Þannig að þú getur ráðið sem leikstjóri, búið til einhverja mynd, þú er búin að gera Kingpin 2, þú fá Hafþór til að gera hana. Já. Þú gerir hana og þú skila þínu cutti sem er þitt Director's Cut, en stúdíu getur klippt það. Já, það er umrætt, en þess vegna lengur margir leikstjórar eins og M. Night Shyamalan alveg sem hvað finnst þann mann þá setti hann það bara alla sína samninga. Ég er með Final Cut approval. Það er ég sem fæ ákveða. Ég meina, mér finnst það bara eðlilegt. Þú ert að ráða ykkur manneski til þess að leikstýra mynd. Þetta er hans project. Já. Af hverju hann ekki að fá ráðið hvernig það lítur út? Já, ég er 100% samanlegaður. En það er alltaf ykkur jakkafættu gæjar. Þeir vita allt best. Ert þú mikið að horfa Director's Cut á myndin sem þú fílar? Þú veist, leitar að Director's Cut? Ef það er til, já. Og ef ég veit að leikstjórinn vill það frekar, eins og með Aliens. Já. James Cameron, hann kýs sína Director's Cut útgáfa af myndinni. Væntanlega. Mér finnst hún betri. Leon, önnur mynd. Ég hef ekki séð Director's Cut á Leon. Nei, það er ekkert margir sem að séð hana. En hún til þess, mér finnst hún vera aðeins betri. Sér hvað hún er góð. Hún er geðveik. Mér finnst hún aðeins útskýra betur myndina sjálfa. Ég kýs hana. Af því að ég er nokkuð svo að Luke Besson er hrifnari af þeirra útgáfu. Þannig að ef að leikstjórinn tala virkilega bara, þetta er mín útgáfa, þá reyni ég að sjá hana. Já. En
svo er ekkert alltaf betri. Að þú getur líka að sé bara extended útgáð okkur mynd. Þetta sem ég horfði á Dr. Sleep, veit þú hvort þú sé hana, sem er svona framhald af Shining. Nei, ég ekki sé hana það. Og rosalega góð mynd. Þar kýs ég stutt útgáðuna. Já, það bara þurfti ekki hitt. Nei. Það var kannski eitt skot eða eitt stuttatir sem hefur verið gott að hafa í stutt útgáðunni, annars fannst mér bara að vera of löng. Mér var svona ekki rétt að þennan auka hálftíma cirka, skilur, sem hún er, að því hún er aðeins lengri. Lord of the Rings, ég kýs lengri útgáðuna þar. Elskar Lord of the Rings. Já, en ég kýs þær frekar. Talandum upp á spíómyndir, þá er það eiginlega alltaf my go-to. En hvaða landsíðu sé þér? Bara hverju ári. Já, það? Já. Hvernig finnst þetta Hobbit að dóta hafa helst? Ertu að tala The Hobbit? Nei, Hobbit að senunar í Lord of the Rings. Já, býtum við. Þær senur sem að bara Hobbitanar í. Já, þú veist, eins og í fyrstu myndinu The Shire og allt það og svo fara að fylgjast með Frodo og Sam og svo fara að fylgjast með Merry og Pippin og hvernig finnst þau að vera? Hafa helst? Sko, ég er ekkert það pirra mig ekkert. Mér leiðist þau í dag, sko. Ég ætla ekki að segja þessi sammálaðir af því að þegar ég byrja á Lord of the Rings og þegar Gandalf kemur inn í The Shire þá fyllist ég bara svona gleði að einum. Að ég veit hvað er framöndan. Mér er alveg sama í rauninni, sko. Ég skilji. Mér finnst þetta, kannski pínu döll, þú veist, það er ekkert mikið í gangi en ég elska þessa myndir svo mikið að ég get hort endast á það og ég þarf eiginlega að bremsa mig, sko. Ég horfi bara á þetta einu svona ári. Já, þegar þú myndir vera að horfa á þetta oftar? Ég gæti horfa á þetta oftar. Horfur alltaf á lengri útgáfur? Já, núna seinni tíð, þegar ég týndust, þegar maður á ekki DFD-spila lengur, þá hef ég ekki horft á lengri útgáfur. Ok, þú horfur þá bara á bíóútgáfunar? Já. Ok. En ég mun horfa á næsta lengri útgáfuna, af því að mér finnst hún betri. Mér finnst það betri, já. Ég vil sjá allt sem að, mér sem aðrið sem er fárátt eða hvað át, sem útskýra hluti. Já. Ég er alveg sammálaður, ég kýst það frekar, lengur útgáfar. Ég bara horfði, ég er búin að horfa oft á Lord of the Rings. Ég elska Lord of the Rings. En veistu hvað eðilega þetta svolítið fyrir mér? The Hobbit? Nei, það er það drast. Alla þrjár Hobbit-myndir eru ömurlegar. En það sem eðilega svolítið fyrir mér Hobbit-serindar í Lord of the Rings er Game of Thrones. Game of Thrones? Já. Já, er Game of Thrones? Nei, ástæðan fyrir því að ég horfa á Lord of the Rings þar að koma út, ég bara, fuck, þetta er geggjaðar myndir. Mér finnst þetta geggjaðar í dag. Svo kemur Game of Thrones og það er þetta bara komið fullárs útgáfu af fantasíu sögu, stórri episkri fantasíu sögu. Og ég var að Game of Thrones, jú, það eru misgóðar, síðast serían, ég var ekki alveg nána með hana, en sem hefur séð þetta. Já. Ég mun aldrei horfa á þetta aftur út af síðustu seríunni. Já, en þetta er svona rosalega afrek. Já, geggjað þetta. Svo horfum við á Lord of the Rings eftir þessu Game of Thrones og þá er ég bara eitthvað svona oh Sam, eitthvað svona Frodo, Elijah Wood getur verið svo væmi líka og svo Merry og Pippin þeir eru svo ógeðslega hressir it's second breakfast eitthvað svona, mér leiðist pínu en ég elska allt með Aragorn, Gandalf Legolas og allt með vondugörnum, mér finnst það geggja, orkan og svona. En hvernig fílar það þá, þú veist, Sméagol, Gollum, hann var hobbiti. Mér finnst það alveg skemmtilegur, en það eru allir með Gollum eftir hennu og það er svolítið búið að eyðileggja. Já, það er bara annað hver leikari sem er bara my precious, ég er ekki að reyna að gera Gollum. En geta þetta? Alveg þokkalega. Ég geta. Einu sinni. Já, en það er svo margir búin að gera ekki áðurinn og mér finnst bara svona, það er búið að draga svo mikið úr Gollum fyrst mér. Já, en þetta er góð karakter. Já. Gerur það mikið fyrir söguna. Það er vel skrifaðar, ekki miskil mig. En það er svona, þetta er líka bara mín persónulega skoðun. Ég er ekki þessi galli í Lord of the Rings, en ég er bara eitthvað svona, ég er búin að sjá svo geðveika fullorðins fantasíusögu, það sem er allt blóð, nekt, ofbeldi, kynlíf, allt þetta. Svo fyrir ég að horfa á eitthvað svona Lord of the Rings og það er bara eitthvað svona litlir hobbitar að... Svona krútlegt. Já, svolítið. Já. Þetta er aðeins barnalega. Já, algjörlega. Það er svona fílaði orkana. Já, þeir voru dark. Ég dýrka þá. En þetta er svona svo, þetta er svo langt síðan. Það kom út. Ég meina, þú verður ekki að gefa okkur það, gæðins, þú veist, gerði Game of Thrones sem sé Lord of the Rings. 100%. Hann er bara sagt það líka. Tolkien var bara mikil áhrif á hann. Ég respekta það alveg. En ég bara, að ég hugsa alltaf bíómyndar. Ég er ekki að pæla í bókunum. En ef ég horfði það svo Godfather,
sem er frá 72. Já. En það í dag er bara, shit, þetta er svo góð mynd. Já. En Lord of the Rings, þetta er mitt álit. Já, já. Mér finnst það ekki eldast eins vel. Nei. Það er ekki sammála? Nei, ekki mig, sko. Af því að mér finnst skemmtarnagildið það mikið. Ég veit ekki hvort að ég bara, nú að segja þetta, þá veit ég alveg hvað þú tala um. En þú þarf ekki að sammála. Þegar hann er eitthvað, þegar Frodo er alltaf eitthvað grátandi í Sam og hann er svo mikil aumingi, greið strákurinn, it's a burden, ok, en mér er bara allt sama. Já. Ég bara, heildar myndin, en svo ég segi ekki uppáhaldsmyndin minn sem Return of the King. Ég segi bara Lord of the Rings trilogían. Sammálaður. Er bara ein mynd fyrir mér og ég get ekki valið upp á milli. En finnst þér Hobbit myndin var ekkert að hafa skemmt smá? Nei, veistu það, af því ég horfði bara einu svona á það og ég sopnaði í bíó á síðustu. Ég sopnaði ekki í bíó. Ég var þreyttur, en þetta var svo leiðilegt. Mér fannst þetta bara svo leiðilegt. Það er hræðilegar. Ég bara fékk ekki, ég var svo spenntur. Ég var pínu skeptiskur, ég bara, hvernig gerður 3 langar bíómyndir úr þessari stuttu bók? Ég tók eftir því þegar ég horfði bíómyndir, hvað gerðu? Gerðu ekki neitt. Nei. Þetta er bara, ég meina, Hobbit er ekkert þykk bók. Nei, þetta er bara stutt saga. Þetta er fyrir krakka. Þetta er bara 90 mínúta mynd. Hvað hann einhver gert góða 90 mínúta mynd? Eða 120 mínúta mynd? Já, eða einmitt. Ok, þú mátt gera 30 mynd. Já, eina. Gerðu eina. Einmitt. Ekki fucking 3. Ekki gera 20 mínútur af einhverjum hobbitum vera að tala um matabór og það er ekkert að gerast. Nei, ég veit það maður. Allt leiðilegt. En ok, förum aðeins. Það er gott. Það er engin keila í henni samt. Hefur verið til að sjá það fyrir að fara í keilu, Hobbitanir. Fárlega. Það er krútlegt, sko. Hvernig kúlur? Pínu litlir, með litla kúlur. Pínu litla kúlur. Já, það er ekki það. Förum aðeins í Big Lebowski. Já. Hvernig fílar hana? Ég veit, ég má ekki segja þetta, sko. Mér finnst hún svo leiðileg. Ha? Já, mér finnst Big Lebowski bara ekki skemmtileg mynd. Það er ekki að grínast. Ég er ekki að grínast þér. Mér finnst hún ekki skemmtileg. Ok. Ég horfði á hana aftur af því að ég held ég að vera að horfa á hana í 3. skipti. Og ég mundi ekkert úr henni. Ég byrjaði á henni og ég bara, af hverju man ég ekkert eftir þessari mynd? Já. Svo ég horfði á hana, þá fattaði ég bara, já, ég man af hverju ég man ekkert eftir þessari mynd. Og hún er bara leiðileg. Þetta er bold statement. Og mér er svo leiðilegt, af því þetta er svo mikið keilu myndin, það er bar nýr í bæ sem heitir The Big Lebowski bar, eða The Lebowski bar, og þú veist, það er alltaf keilu, og þetta er svo mikið keilu þing, og ég elska það, en það er svo lítil, þú veist, mér sko. Mér er svona geðveik, sko. Ok, ég skil það ekki. Ég skil ekki hvernig þið getið fundið svona geðveik, af því að, ég skal útskýra það, karakterinn er geggjaður. Mér finnst þið geggjaðir og þeir 3 og Steve Buscemi er ekkert, mér finnst það skemmtilegur í þessari mynd og að John Goodman er alltaf að segja að fucking halda kjafti, þetta er mjög fyndið og þetta er góðu karakter sem er pínu engahúmor af því að þeir gerir Fargo líka. Já. Og Steve Buscemi leikur karakter þar sem tala alla myndina. Já. Svo gera Big Lebowski, þá alltaf segja hann halda kjafti. Já, ég gerði ekki tenginguna, en ég sé Fargo, hún er mjög góð. Ok, þannig að þú fílar alveg Coen-bræður? Já. Okay. Það er ekki það. Það bara, mér fannst hún bara leiðinleg. Já, það. Mér fannst karakterinn ógeðslega góður. The Dude. Geggjaður. Skemmtilegu karakter, allt öðruvísi. Þú veist, Jeff Bridges er ógeðslega góður sem þessi karakter. Þó þetta sé svolítið heimskulegu karakter. Mér finnst það geggjaður. Pínu lítið heimskulegu karakter. Að hvað leiti? Hvað er hann að gera? Þetta er eitthvað motta. Hætti að risk your life fyrir eitthvað mottu. Það er sem gerir myndar svo fyndna. Mér finnst hún ekki fyndin. Finnst hún ekki fyndin? Mér finnst hún bara ekkert fyndin. Shit. Mér finnst, ég er að segja það, ég skammast mér nánast að segja þetta, en ég skal bara segja það. Mér finnst hún bara ekki góð. Og þetta síru trippatriði sem kemur hana. Hvað er það? Það er bara allt að skrítið. Já, það er samt, það er hvað, 3 myndir. Allt í góðu, en þegar þú ert á mínu leveli, þú veist, að horfa á myndina og veist bara, hvað er Petur Stormare að gera? Það er einhver svíi sem er leika einhvern skrítin þjóðverja, þú veist, sem er ekki skemmtilegu karakter. Ég skil ekki þessa mynd. Ég held að það sé málið. Ég bara næ henni ekki. Hún bara hitti mig ekki á eitt stað sem ég vil að bíómyndir hitti mig. Mér finnst það svo skrítið að ég fíla alla aðal karakterina, ógeðslega vel, nema fucking Julianne Moore. Ég hata Julianne Moore.
svona ógeðslega leiðileg leikuna. Ég hata hann ekki, ég þekki hann ekki neitt. Svona ógeðslega leiðileg. Ég reyna bara að boykotta alla myndir sem hún í, sko. Mér finnst hún bara skemma bíómyndir. Og búkin eitthvað svona, sko. Hún geðveik. En svo kemur hún alltaf eignast barn með það dút, akkur. Hún moldrík og, þú veist, vantar bara eitthvað sæði og fáið bara eitthvað stöð. Hvað er það að gera? En hún lét samt lækning kannan, skilur. Já, hún vildi bara eitthvað sem að pappin væri ekki með í myndinni. Ég fá eitthvað hóbó. Nei, hann var ekkert hópa, hann var bara unemployed. Já. Þér finnst hún ekki fyndin? Já, mér finnst hún ekki fyndin. Ég er nefnilega, því ég er búin að sjá hann á Millions mynd, mér finnst hún æðisleg. Já. En þegar ég horfði hann í bara fyrradag, þá var ég bara, vá, þetta alveg fullblóm grínmynd, sko. Mér finnst hún fucking hilarious. Hún nefnilega grínmynd. 100%. Og comic icon, komíd bara, áttu bara að vera geðveikt fyndin. Ég hló ekki einu sinni. Ángríns, ekki einu sinni. Shit, ég vona að fólk sem var að horfa á þetta að hlusta, ég var alveg til að heyra feedback frá öðru fólki. Ég er pínu stressaður að bara lappin í keilusal eftir þetta, af því ég er ekkert að segja þetta. Iconic keilumynd, svona, þó að ég get eitthvað geðið mikið keila inni, ástæðan fyrir ég elska Kingpin, náttúrulega bara þetta er góð mynd, en þetta er keilu. Big Lebowski er ekki keilu. Nei, það er svona aukadæmi. Já, það er svona aukadæmi, þú veist, og ég fíla hvað þú veist, hann elskar keilu og þeir tveir, eða þeir náttúrulega allir þrír, elskar keilu svo mikið og það er bara svona þeirra go to thing og þeir fara bara í keilu og það er fokki líknætt, þá eru brjálæður og veist, já og veist, og komið byssu af því að það var fál og mér varst aðfindið, Ok, þú lóst einu sinni? Ég glemdi því, hló ekkert og brosti bara, ég var hlæjandi svo vittlisvík og samt til að sjá hana í alvörunni, þetta er svo fyndið og svo magna með bíómyndir og það er svona svo gaman að tala bíómyndir. Ég öfundaði svolítið með að það sé passionið þitt, keila passionið mitt, ég get talað keilu endalaust, það er ekki allir sem getur talað við mig á móti. Þú getur talað þess að allir hafa áhuga á bíómyndum. Einhvern áhuga, þú veist, og það er svo gaman að bíómyndir að fólk upplifar svo öðruvísi. Já, og líka sérstaklega sem grimmyndir, að þeir grínu svo afstætt. Já, hvað finnst þér fyndið? Og hvað fattaru? Sko, mér finnst grín gott, þú veist, ég hef alveg dökkan húmor og þú veist, mér finnst með að grínast allt og þú veist, mér finnst mér áherslu að heyri þetta. Did not hit me, sko. Nei, mér finnst það geggjað. Að við séum bara mjög ósaman þessa mynd. En getur þú samt nefnt mér að fyndið atriði? Já, ég get nefnt nokkur, Hafþór. Það sem mér finnst fyndið þessa mynd, fyrst alveg kartanir, mér finnst bara ógeðslega góður. Ég sammála því. Og hún er mjög skrifuð líka og allt dialog og öll atriði á milli þeirra, þegar þeir að tala um eitthvað kjaftaði, er mér vel gert. Já. Eins og bara þegar hann er að segja frá mottunni, þegar hann stólið mottun hans. Já, þegar hann fer til ríkakallsins. Nei, þess að hann er að tala við keilufélagana sína. Já. Og hann segir, it really tied the room together. Þú veist, mér finnst það bara fyndið setning, að því hann býr allir einhverju drasl íbúð. Já. Og einhver ein fucking motta er ekki að fara að make or break íbúðan hans. Og mér finnst fyndið hvað gerir mikið málu því. Já. Mér finnst John Goodman í þessum mynd ógeðslega fyndið. Mér finnst hann betri. Þeir finnst hann betri? Nánast, sko. Mér finnst hann geðveikur. Ok. En það er kannski pína því hann er svo ógeðslega mikið passion fyrir keilu, sko. Mér finnst fyndin viðbröðun hjá Jeff Bridges við öllu þessu rugli sem hann er í. Eins og hann að segja frá þjóðverunum. Hann bara, já, þeir eru næjalistar og þeir trúi ekki neitt. Og mér finnst alveg fyndið að þeir segja það sjálfur. We believe in nothing. Af því að næjalistar halda lífið sér tilgangslaust og ekki tilgang með þessu. Mér finnst það fyndið. Og með þessu þýska hreim, mér finnst þér púlaða. Peter Stormare, Flea og svo annarleikari. Mér finnst þér mjög skemmtlegir. Mér finnst mjög fyndið þegar hann ætlar að byrgja fyrir hurðina og hann neglir niður svona spýtu, setur stólinn, en svo opnast hurðin. Já, mér finnst það bara hilarious. Já, ok. Það er fyndið. En mér finnst fyndnar að tala um þetta, heldur en ég var hefur að horfa á þetta. Já, en það sem mér finnst áhugavert, mér finnst ekkert skrítið ef að þú bara segir, neða, mér finnst það ekki fyndin. Af því að húmor er bara, stundum bara er þetta ekki að hitta, skilur við, hjá manni. En mér finnst mjög áhugavert að þú sagðist fíla karakterina. Já, og það er það sem svona smá partur af mér langaði bara að byrja upp á byrjun og horfa hana aftur. Af því ég var bara, hvernig get ég ekki fíla þessa mynd? Og hvernig get ég ekki munað eftir henni? Það setur aldrei neitt eftir. Ég bara gleym henni. Ég gleym bara hvað hann er. Ég gleym bara hvernig hún byrjaði. Ég gleym bara mér finnst hún bara, ég er bara að horfa á hana, ég er bara, hvenær er hún fyndin? Já, mér finnst bara gaman við smósamlega, en svo, mér finnst fullt að finna dótið í þessum mynd. Ertu að segja mér það, að þú er ekkert fara að hlæja þegar þeir að dreifa öskunni
John Goodman að dreifa öskunni það bara húmoratrið dauðans ok, ég fór að læra og hann stendur hann aftan hann, allir í öskunni út Donnie og svo þeir líka alltaf eitthvað að kýta John Goodman og Jeff Bridges en þú veist, það er að fyndi atrið þú veist, en mér finnst bara alltaf súr mér finnst bara alltaf mikið, þú veist en það er svolítið kóið stíl ég held að mér finnist hún of svona þung hún er bara svona, mér finnst hún bara svona leiðinda bragur yfir henni en þú fílar Fargo? Það er ekki grínmynd hún er svona fucking fyndið líka, sko já, en það er svona, þú veist hún er ekki pjúra grínmynd eins og Big Lebowski, en hún er svört já, hún er alveg svört ég meina, þú veist en, þú veist, hún snýsa meira skilurðu, þú veist, William H. Macy er bara í ykkur rugli hann er svona ógeðslega fyndið hann er ekkert að reyna það samt nei, ég veit það veist, hann er ekki reynar að fyndin hann er bara fyndin af því hann er svo asnalegur en mér varst Jeff Bridges ekkert að reyna að fyndin það er reynar að fyndin með því að strá öskun í andlitið á honum finnst þið þeir reynar að fyndin? Kóanbræður að reynar að fyndin já, en þeir voru fyndin ég finnst það skilur en þú sagði svona sjálfur að öskandri hefur fyndin já, mér finnst það svona, þú veist ég eins og ég segi, mér finnst fyndnar að þeir að tala þetta heldur en megin, þú veist heldur en aðeins sjálf nei, ok, mér fannst allt í lagi mér fannst það, ég veit ekki, ég var bara kannski var bara komin í fíl út í myndina þetta er svo seint kannski var ég bara komin á eitthvað stað sem að ég bara svona mér finnst það leiðileg mynd og þið finnst það ekkert fyndið eins og þegar þeir fara og yfirherra strákin sem halda á að teki töskuna með peningunum og strákunum situr bara og segir ekki neitt og John Goodman fer og hann segir að þetta sem gerist þegar þú reynir að ríða mönnum í raskætti og hann fer út og stúta bílnum svo hann kemur ljós að hann átti ekkert bílinn strákurinn gaur ekki brellar út en það er ekki það sem við finnast þetta aðri það sem við finnast er dialógið þegar Jeff Bridges er síman og eftir það og hann har talað um John Goodman og þeir eru búin eitthvað að kýta hana Jeff Bridges og pirrar út í hann að þegar Gauri fór að stúta í bílnum hjá Lebowski hjá Dude og hann segir síðan, nei, Walter mér fannst ekki strákurinn vera alveg að brotna skilur við er það ekki fyndið? Jú, mér fannst það ógeðslega fyndið og delivery hjá Jeff Bridges í þessu atriði fannst mér hilarious sko, eins og ég segja Hafsteinn, ég veit ekki af hverju mér finnst hún ekki skemmtileg í alvörunni og ég held ángurinn sem sjá hana 3 svar þið fannst heldur ekki fyndið það því þú sagðir, hvað aðrið fyndið, ég er að tellja þau þú ert bara að dæla þau fannst þér heldur ekki fyndið þegar Big Lebowski, sem sagt stóri gamleikallinn kemur á limúsínunni og sem sagt Dude fyrir í bílnum honum og hann, Lebowski, sem sagt gamleikallinn, hann segir hann, hvað er peningarnir? Þú skilar ekkert peningunum og hann byrjar að blaðra eitthvað sem enginn skilur og þetta er alveg frekar langt atriði og svo segir bara galingandinn hvað ertu að tala um? Þú veist ekkert fyndið þeir finnar þegar ég segja frá þú veist það miklu finnar sko. Veist, ég man ekki einu sinni það mikið eftir ég man ekki hvað hann var að segja til dæmis Jeff Bridges, það meikar ekkert sens það er sem við fyndið hann bara hey man, eitthvað svona algjörst kjaftaði og hann bara færa rand í smá tíma svo segir hvernig, what are you blathering about? Mér fannst það mjög fyndið. Já, sko, ég horfi ekki bara á þessa mynd aftur. Nei, kannski bara fíla mig. Nei, ég held ég þurfa að, þú veist, ég held bara að ég þurfi að horfa á hann aftur og hugsa, þú veist, er ég að missa eitthvað? Af því að ég var ekki að hugsa það núna. Nei. Ég var ekki að reyna að taka eftir hennu, ég var bara að horfa á myndina og ég var bara að hugsa allan tíman. Ég veit okkur ég man ekkert eftir þessari mynd. Já, ég meina það sem mig grunar kannski að þú fílar ekki er bara, það er alltaf ákveðin stíll á þessari mynd. Já. Skilurðu? Og ég fíla Coen mjög vel. Mér finnst þú rosalega sniðið í pennar. Og mér finnst Big Lebowski besta mynd sem þeir hafa gert er No Country for Old Men, finnst mér. Já. Það er ekki grimmynd. Nei, ég ekki séð hana. Þú er ekki séð hana? Nei. Ég meðlum að tjekkja á hana því að hún er alveg allt öðru sem Big Lebowski. Ég er alltaf að reyna að fá að horfa á hana. Út af kæristunni? Já, veist, ef ég horfa á bíómynd, ég er ekki mikið að horfa á bíómyndir eitt, sko. Nei. En ef ég er að horfa á bíómynd, þá, náttúrulega, er hún að horfa á hana með mér. Já. Og ég er alltaf, ég má horfa á hana, ég hef ekki séð hana. Og ég man ekki hvort að hún hafi séð hana, eða hvort hún bara, ég veit ekki, kannski ekki núna. Nei. Veist, þannig ég er alltaf að berjast til að fá að sjá hana.
Ég var mjög spennt að heyra hvernig finnst hún, því hún er bara svo allt öðru í sig. Já. Þannig að mér finnst það besta myndið þeirra. En ég held líka samt, sko, ég veit ekki hvort að, ég kannski ekkert pælti í, en ég pæla ekkert voða mikið í, ég pældi ekkert endilega í bara eitthvað, hey, ég fíla Fargo, Coen-bröður að gera Big Lebowski, ég hlýt að fíla hana. Ég er ekkert mikið að pæla í þannig, þó að ég hafi tekið eftir því að, þú veist, Farrelly-bröður hafi gert Dumb and Dumber og, þú veist, mér fannst einhvern veginn meira tenging, ég veit ekki, ég sá bara svo augljósa tengingu, þannig að augljósari tenging, Dumb and Dumber og Kingpin, heldur en Fargo og Big Lebowski. Ég sé það strax. Já, þú sér það strax. Ég sé það strax. Mér einhvern veginn finnst ekki, ég sá það ekki þannig. Nei. Mér fannst bara, þú veist, Fargo meira dark, eða þú veist, hún var bara svona glæpamynd, skilur við. Svona, þannig séð, skilur við. Hún er aðeins meira serious. Já, hún er svolítið meira serious. En hún er samt hilarious líka, sko. Það er alveg fullt atriðum í þeirri mynd. Já. Og bara tónnin, væpi í þeirri mynd, finnst mér ekkert það ólíkt því sem ég er að sjá í Big Lebowski. Og það sem mér svo gaði Big Lebowski er að, og ég veit að þér fannst hún ekkert fyndin, en mér fannst hún mjög fyndin, að þið var að pjúra grímmynd. Já. Og mér finnst hún fyndari en 90% grímmyndum, sko. Án jokes. Já, ég trúi því alveg að því að 90% grímmyndum er bara hundleðilegar. Drastl. Er bara hundleðilegar. Já. En bara nú er þetta bara forðin, að þér fannst þess ekki fyndin. Ég veit að það var Kingpin fyndin. Hvað finnst þið fyndin? Nei, þess að bara upp að bara finna svona hvar liggur þinn áhugi á grímmynd. Sko, mér finnst Jim Carrey ógeðslega góður. Okay. Þá, þegar hann var Ace Ventura og... Já. Þú veist... En eins og Borat. Já. Þú veist... Já, ekkert með það. Jú, þegar ég sá fyrst, þá hló ég mikið að því. Ok. Ég líka. Jú. Ég er bara síðan einu sinni samt, sko. Ok. En ég kannski tvisar, en það er langt síðan. En jú, mér fannst það fyndið. Mér finnst hann alveg fyndin, sko, Sacha Baron Cohen. Já. Af því að ég veit hann er að grínast. Ég veit ekki, það er eitt með Borat, ég veit ekki, er þetta fólk í alveg að trúa honum? Eða ekki? Og það er kannski, ég veit ekki, þú átt að dansa á þessar línu og það er kannski það sem er líka fyndið við það. Þú veist, en ég neita að trúa því að þetta er svona heimskur. En, já, ég skil. Á trúir ég actually að þessi gæði bara for real. Já. En, þú veist, jú, margt. Ég veit það ekki, Borat er ógeðslega obviously fyndin. En eins og MacGruber, sástu hana? Nei, ég sá hann ekki. Mér langar að sjá hana. Mjög spenntur er eitthvað og hún er hvergi finnalega heldur. Ég þarf að... Jú, ættu hún alveg geta að finna hana einhverstaðar. Já, ég get alveg fundið hana einhverstaðar. Ég leitaði smá og hún var ekki á þeim stöðum sem að ég nefndi. En eins og með hana, hún er alveg kjánalega og svona köflum. Já. Mér fannst hún mjög fyndin. Mér finnst Lonely Island gæðandi fyndin, sko. Já. Mér finnst Andy Samberg fyndin. Já, mér finnst hann, ég fíla hann. Mér finnst til dæmis Brooklyn Nine-Nine þættinir ógeðslega góður. Þú fíla það? Já, mér finnst það góð líka. Ég horfi, sko, ég get hort á aftur og ég er ennþá hlægjað þeim, sko. Ok. Þannig að mér finnst það mjög gott. Já. Veist, annars finnst mér, ég veit það ekki, mér finnst bara, er ég bara svona leiðilegur? Mér finnst ekkert af þessu Adam Sandler-dóti sem hann er að gera í dag fyndið. Mér finnst Happy Gilmore geðveik. Já. Billy Madison góð. Já. En drastli sem hann fari að gera í dag finnst mér bara hræðilegt. Sástu You Don't Mess With The Soha? Já. Ég meik ekki svona. Veistu það? Hún komur á orð. Mér finnst þetta hundleiðileg mynd, sko. Mér finnst þetta bara svo, ég veit ekki, ég var bara svona að ég hættu þessu. Já. Mér eitthvað brúsk fyrir, þú veist, mér finnst þetta ekki mynd, sko. Ég er ekkert mikið hrifin að eitthvað svona tippa og kúka á brendurum, en mér finnst það sumt í þeirra mynd fyndu, sko, að ég er búin að sjá þessar nýlegar Adam Sandler myndir, þær eru svo lélegar. Það eru ógeðslega lélegar. Eins og Klikk, sástu hana? Já, oi. Hún var hræðileg. Já, ég hættur að horfa á dótið hann, sko. Já. Grown Ups fyrsta, ég gæti hleyja sumu. Ég sá hann ekki. Svona, þú eru sumatriði sem voru fyndin í henni. Kevin James finnst mér allt í lagi stundum. Já, mér finnst þess að King of Queens alveg góða spretti. Mér finnst þeir alveg góða spretti, mér finnst þeir voru ekki geggjaðir þrú, en þeir voru alveg svona góðurinn á milli, sko. Já. En, þú veist, þannig að hann er alveg svona, mér finnst ég vilt vera að reyna mikið. Mér finnst bara allt, og ef mér finnst eitthvað fyndin, ég er bara svona, hei, þess er alveg fyndin. Eins og Amy Schumer. Þú veist, mér finnst hún alveg fyndin, stundum, svo ger hún mynd sem heitir Trainwreck, hefur síðan það.
Nei. Hún að trainwreck. Hún ógeðslega leiðileg mynd. En hvað þessi Bridesmaids? Sástu hana? Já, hún var fyndin. Hún heldur góð. Já, hún var fyndin. Mér varst hún drullu góð. Já, hún líka góð. Melissa McCarthy fyndin. Mér líka Kristen Wiig fyndin. Já, sammála því. Ég fíla hana í bótt, sko. Og mér Tina Fey líka fyndin. Já, hún alveg fyndin. Já. En, sko, já, fyndin, ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn þættir fyndnari, heldur bíómyndir. En ég veit að þú ert mikil Friends-maður. Já, ég elska Friends. En Seinfeld? Geggjaðir. Já, ok, þú fílar Seinfeld? Já, ég elska Seinfeld. Ógeðslega gott. Hvort þú finnst það betra, Seinfeld eða Friends? Þú verður að velja. Ef ég þyrfti að velja þannig að ég má aldrei aftur að horfa Seinfeld eða aldrei aftur að horfa Friends, þá horfi ég aldrei aftur að Seinfeld. Shit. Þú veist, ég þar, sko. En ég get ekki sagt hverju betri, þannig séð, en obviously finnst mér þá Friends betra, en ég bara, Friends einhvern veginn meiri partur af mér, sko. En eins og, bara, hvort finnst þér fyndnari? Eða bara skemmtleri? Líka, skilur þú? Sko, ég ger mig grein fyrir að Seinfeld miklu betur skrifa. En samt, ekki gera lítið úr Friends, þeir alveg... Mér finnst nefnilega Friends, bröndurum, já, sko. og ég, sko, og fólk sem segir, eins og þú hefur farið yfir í þessu podcasti hérna einu sinni, en þið voru að segja að hérna, Friends væri svo outdated og voru svo sexist og svo leiðis. Já, hún var reyndar að segja það er svolítið síðan ég sá þetta. Já, ég er náttúrulega að horfa á þetta, veist, ég er búin að horfa á þetta bara síðan þetta kom út, þú veist, og síðan, skilur við. Ég hef aldrei tekið pásur hann, þetta er bara, ég er alltaf að horfa á þetta svona every now and then og ég hlæ ennþá að þessu. Þú veist, hvernig það hægt? Ég er búin að sjá þetta 20 sinnum, ég tala með þessu öllu og ég hlæ. Ég er ekkert bara svona, ég er bara stundum hlæ að þessu. En hvað finnst þér að þú fílar Friends? Þú fílar Seinfeld? Ég skil alveg samt, ég skil alveg hvað ég er að tala um. Þetta er alveg, þú veist, það er sumt sem mjög rangt í þessu, skilur við, þú veist. En bara tíðaranda var öðruvísi? Algjörlega, en það er samt sumt sem er rangt í þessu. En ég lít fram hjá því, þú veist, ég er svona, ok, ég fyrir ekki það, þú veist, þetta var skrifað 90 og eitthvað, við vorum ekki alveg fannig að pæla nógu mikið í þessu því miður, en ég er ekki þannig að ég get ekki hort á þetta því þetta er hannig. Nei, ég skil. Og sumir eru bara ekki svona, ég get bara ekki hort á Friends í dag, þetta er bara svona outdated og ekki, þeir voru samt á undan sínum samtíma mörgu, sko. En það er eitt í þeim sem ég er alveg frekar árið í dag, að það er reynda líkið Seinfeld og það er laugh track. Já, það sem áhörundur er að hlæja. Sko, þú eiginlega skemmdi laugh track fyrir mér. Þegar þú sagðir, já, nei, ég fíl ekki svona laugh track og ég bara svona, já, það er laugh track í þeim. Ég fatt það, ég var ekki búin að, þú veist. Þú varst ekki búin að pæla í því? Ég bara heyrði það ekki. Svo heyrði ég það, ég heyrði bara svona glerbrotna. Ég gat ekki heyrt neitt annað og tók mér nokkra þætti í þetta hætta. Ég var að horfa Friends og ég heyrði ekkert nema laugh track og ég bara svona, oi, Hafsteinn, skemmi þetta. En ég komst í það. En veistu af hverju þú lítið ekki? Það verður að segja þér hvenær átt að hlæja. Já, það þarf ekki eitthvað að segja mig hvernig ég var að hlæja. Mér finnst þetta mjög astnalegt. Þetta er hægilegt. Þetta er óslega astnalegt. Þetta er úrelt. Já, sem betur fyrr. Þá er þetta ekki lengur. Þetta er fáralegt. Af hverju er þetta? Þetta er alveg fáralegt. Þetta er þess að segja þér hvenær átt að hlæja. Já. Þetta er fyndið, Hafþór. Þetta var á þessum tíma. Ég veit það. Þetta var bara á þessum tíma. En matamann. Mér finnst þetta allt í lagi, sko. Í þessum gömlu þáttum. Ég get alveg hort á þetta án þess að vera eitthvað pirrandi. Ég heyri það ekki. Af því að mér finnst þetta bara það gott, sko. Ég meina, mér finnst til dæmis þegar ég sá Friends, að ég er ekki svona fanatísku eins og þú og bróðin. Þú ekki elska Friends, náttúrulega. Já, bara við, já. Eða kannski bara fjölskyldan eitthvað, ég veit ekki alveg. Nei, bara við 3 systkini, sko. Ok, þið elski Friends. Og ég er búin að sjá þetta allt. Mér fannst það alveg góður og það er, ég meina eins og Chandler er sem skemmtilegu karakter, Ross er skemmtilegu karakter, þetta er allt skemmtilegi karakterar. Það er líka bara allt góðu karakterar. En ég hef aldrei verið svona fanatískur á þetta. Ég er miklu meiri Seinfeld maður. Og mér finnst líka bara einhvern veginn húmorinn í þessum þáttum í Seinfeld, mér finnst það elst betur. Versus Friends. Þess vegna myndi ég alltaf kjósa frekar Seinfeld. Ok. Já, mér finnst bara húmorinn búin að eldast fárlega vel. En Friends samt, þeir eru alveg góðir. Já. Af því ég horfði á þetta, ég sá nokkra þætti fyrir svona smá tilvílun, ég horfði á nokkra þætti fyrir kannski 3 ára síðan. Og ég hafði ekki séð þetta alveg í, bara séð hættu þættinir. Nei. Og ég hlóði loft. Já. Þetta er alveg fyndið. En það sem að sérstaklega tala um svona þáttaseríur eins og þetta og Seinfeld, þá er ég með svolítið svona dæmi að ástæðan kannski fyrir ég segi Seinfeld jafn oft er ef að Seinfeld var á Netflix, nú er ég bara svona, ég er svo miklu þægindarama. Já. Ég er bara með Netflix, ég er ekki með VPN,
ég er ekki með Hulu, ég er ekki með Disney Plus, ég nennis ekki. Nei, ég skilji. Ég er bara með Netflix, af því að Netflix í boði og það hellingurinn á Netflix, ég kemst ekki yfir þetta allt. Ef hann Seinfeld á Netflix, þá er ég pott að horfa á það jafn mikið, ef ekki meir en Friends. Já, ég skilji. Ef það væri svona þægilegt, þá var hann á Stötu Marathon, það er bara svo leiðilegt app. Ég var alltaf að horfa á Seinfeld á, en málega það, ég vil horfa alltaf réttir röð. Ég nenni ekki að detta inn í Seinfeld í miðri 3. seríu, horfa síðan á 1:50, ég nenni ekki, af því að ég vil vita, þú veist, af því að það er svo mikið verið að byggja brandara, og þetta er svo fyndið ef þú manst allt sem var að gerast. George, þú veist, er alltaf ógeðslega fyndin karakter, og af því að það er alltaf eitthvað að gerast fyrir hann sem byggir upp eitthvað annað. Þú veist, og þess vegna kannski hef ég ekki séð Seinfeld svona oft, en ég hef alveg strauðað Seinfeld og hort, ég hef kannski ekki séð alla þetta, en ég hef hort alveg slatt á Seinfeld og ég fíla það mjög vel. Og ég er ekki eitthvað, já, Kramer er ekki fyndin. Nei, þú veist, jú, hann er fyndin. En, þú veist, hinir karakterina þarna, þú veist, eru, ef ekki fyndnari, í allavega fyndin, og fyndi hvað Jerry Seinfeld er lélur. Mér finnst það fyndið. Mér er lélur leikari? Já. Finnst hann ekkert fyndin? Mér finnst hann ógeðslega fyndin. Já, bara ekki góða leikari. Hann er bara svo kjánalegur. Hann er bara svo, hann er svona eins og, hann er stundum sem ég að fara að hlæja, og mér finnst hann eins og bara eitthvað, hann sé bara eitthvað, hvað er það að gera? Það er fyndin. Það er fyndin. Þú veist, og hvað hann er svona skrítinn og eitthvað svona, þú veist, og samt er hann svona big shot. En hvernig fannst það Curb Your Enthusiasm? Sástu þá? Já, ég sá þá. Fílar ekki? Mér finnst það allt í lagi. Larry David, þetta var kannski aðeins svo óþægilegt. Ég fíl ekki svona eins og ég, það er allir eitthvað, það er ekki sér klón, dönsku. Ég get ekki svona óþægilegt. En eins og Office bresku? Ógeðslega góður. Sorry. Það er óþægilegt. Það er ógeðslega óþægilegt. Og David Brent er náttúrulega bara óþægilegasti karakter í heiminum. En ég elska það, sko. Ég neita að horfa á amerísku. Ég vil ekki eins gefa það séns. Nei, ég sá hálfan þátt. Ég er bara sama dialogs og allt. Þangað til að þeir fóru bara eitthvað annað. Gerðu þið það? Bara alveg eins, eða ekki? Nei, veistu, Jú, eitthvað. Ég ætla ekki að segja eitthvað kjafta. En svo fór ég svolítið á móti sjálfum mér og horfa á ameríska Shameless. Já, það voru upprunalega breska. Sem er nákvæmlega eins og breska. En er það svona pjúra grín? Nei, ég held ekki. Það er aðeins meira drama. Já, það er drama. Það er eiginlega of mikið drama, sko. Ég hætti því bara. Já. En þú fílar svona Office, en það er óþægilegt. Já, ég horfa líka, ég fíla hann, Ricky Gervais, minnst hann geggjaður. Já. Minnst hann ógeðslega góður. Afterlife, ég er bara búin að sjá fyrstu seríu. Já, ég eftir að klára 2. Mér finnst það skemmtileg. Mér finnst fyrsta geggju. Og mér finnst bara hann skemmtilegur. Hann var einhverju mynd, Invention of Lying. Hefur séð hana? Já, mér finnst það ekki góð. Hún er ekki góð. Góð hugmynd. Ógeðslega góð hugmynd. Mjög skemmtileg hugmynd. Og þess vegna held ég að maður horfi á hana. Stundum er hún bara svona, þarft ekkert að segja þetta. Eitthvað, getur ekki logið, þú ert ljótur, þarft ekkert að segja það. Það var enginn að spurja þig. Þannig ég var bara svona með, en hann er skemmtilegur. Og hann gerir þetta vel sem að hann gerir. Hann er bara góður stand-upi og hann er bara fyndinn. Og ég fíla hann mjög vel, sko. Því mér finnst oft vera svona, þeir eiga svona smá samheild, Ricky Gervais og Larry David. Mér finnst ekkert ósvipaður húmor. Ég get alveg trúið því að Ricky Gervais finnist Larry David fyndin og að Larry David finnist Ricky Gervais fyndin. Já, ég hef ekki hort á mikið á Curb Your Enthusiasm. Ég hef hort á sumt, þú veist, og mér fannst allt í lagi. Það tók mismá tíma sem með það. Þeir eru aðeins öðru sem Seinfeld, en þeir eru samt svipaðir. Já. En með Curb, þegar ég fattaði þá fannst mér geðveikir, sko. Ég líka, þú veist, lífið mitt er bara of stutt, að ég hef bara ekki tími allt sem ég langar, af því að ég datt aldrei inn í Arrested Development heldur, og mér er svo leiðilegt mér langar það svo. Já, fyrst 3 ára geggar. Já, af því að ég hef heyrt bara hvað þetta er gott, ég hef séð eitthvað af þessu, en ég hef líka heyrt að þú verður að detta inn í karakterina. Já, það er svona að komast inn, þú veist, þú verður að horfast á þetta í röð og þú veist, leifa þess að detta inn í þetta, og ég náði því aldrei. En mér fannst allt í lagi, en mér fannst þetta ekki geðveikt, en ég held að sé að því að, þú veist, ég náði ekki að festast. Nei, það er líka kannski með karakter sem þú fílar ekkert kannski fyrstu 5 þættina eða fyrstu 10, svo bara þegar þú fattar einhvern karakterinn, þá er hann bara að finnast í karakterinn í þáttunum. Það er alveg nokkur þannig í Arrested til dæmis. Já. En það er samt erfitt að segja, ef þú sé bara eitthvað smá. Já, ég sé eitthvað af þessu, en ekki nóg mikið, algjörlega ekki nóg mikið. Ekki nóg þess að dæma á því rauninni. En mér ástu að gera henni 4. seríu, og held ég 5. líka. Var það 9 þarna sem kom seinna? Já, það var ekki gott. Nei. Það var ekki gott. Fyrstu 3 ára geggjaðar.
já, það ekki klassíst, þegar maður fær eitthvað svona hit, ég fyrirgefi þetta alveg. Þetta voru ekki hittarar? Nei, þeir voru nefnilega ekki hittarar. Þetta var mjög svona underground. Í rauninni, sko. Þetta var ekki með mainstream að horfa á þetta. Nei, ég fengi alveg fína dóma, en það voru ekkert margir að horfa á þetta. Nei, ég held að sé líka því að þú þurftir að vera vel committed í þessu, sko. Já. En ég hef aldrei skilið eins og ég var að segja með, þú veist, Friends finnst mér líka svoleiðis, Seinfeld klálega svoleiðis og mér fannst Brooklyn Nine-Nine ekkert gott fyrir en ég fór að taka þetta frá byrjun. Af því að það líka svona karaktersköpun og þú þarft, hann með mjög svona stundum djóka sem að tegjast aðeins aftur í tíman og eitthvað svona. Og veist, mér finnst svo leðilegt að fólk eitthvað, já, mér finnst allt í lagi, ég horf bara svona einn og einn þátt. Þú ert ekki að ná því sem að þeir eru að reyna að ná fram, að horfa bara svona einn þátt þarna og einn þátt þarna. Þá er þetta ekkert gott, það er ekkert skrítið, þeir finnst þetta ekki gott. Nei, en þeir eru samt eins og með þessa Friends og Seinfeld. Þeir eru sitcom þættir, situational comedy. Já. Og þeir eru ofta, þeir virka þannig, þú átt að geta dottið inn í þátt 7 í seríu 4, skilur þau? Þeir gera það, en þeir eru bara ekki jafngóðir. Nei, algjörlega ekki. Af því þú, eins og segir, þú átt að kynnast karakterunum. Þegar þú kynnist karakterunum og þekkir þá finnst þér ekstra fyndið þegar Ross gerir þetta. Já. Eða Rachel segir þetta. Einmitt. Skilur þau? En þeir eru samt, mér finnst það svo þetta form. Brooklyn Nine-Nine er líka svona sitcom þættir. Finnst mér. Já. Það er ekki mikið, ég hef ekki séð alla seríunar. Það er ekki svakaleg tenging. Engin svakaleg. Það er einhver smá, samt. Bara, mér finnst það bara að vera betri. Mér fannst það alltaf í lagi, svo fór ég að horfa á þetta, ég bara í beit og ég elska þetta. Sko. Ég er nefnilega mjög hrifinn af þáttum. Mér finnst að Arrested gerir þetta best upp á að þú kynnist karakterum og þú fær svo mikið velun. Þeir velunaði fyrir það að horfa allan þættina. Mér finnst að Arrested gerir það best. Betra heldur en Seinfeld eða Friends. Kannski er þetta að útskýra af hverju þú ekki séð alltaf. Hvað sástu af þeim? Þú sástu bara 4 þætti eða 1 seríu? Já, einmitt. Ég sá okkur svona 4-5 þætti í fyrstu seríu. Já. Og þú veist, svo þetta var Stöð 2 og svo datt ég kannski inn í, þú veist, kom einhver þáttur í annari seríu eða eitthvað og ég bara svona, ég þarf að sjá restina, þú veist, ég vil ekki horfa á þetta. Nei. Þú veist, jú, mér var farið að finnast þetta allt í lagi. Þú veist, þannig séð. En ekkert eitthvað ég var ekki að festast. Ég mælum þegar ég sá þetta fyrst, ég keipti fyrst sér á DFT, bara svona blind buy, allir að tala um þetta, panta á netinu og ég horfði á alla og ég var bara svona, já, þetta er alveg fínt. Svo horfði ég aftur á hana. Minni ég að vera að sína eitthvað sem þetta eða eitthvað. Og sína Bjögga þetta? Það getur verið að sína Bjögga. Ég veit að hann áttur að hata mig við þetta, sko, hann elskar þetta. En þegar ég horfði á þetta í annarskipti, þá dó ég úr hlátri. Skilurðu? Já. Þannig að mér finnst það alveg töff. Heldur þetta eldist til? Ég held það, já. Mér finnst þetta svo leiðilegt að hlutir sem ég misti af og langar að sjá kannski lélegir í dag. Eitthvað svo leiðilegir í dag, eða leiðilegir, þú veist, ég get sjálfur mér kent, skilur ég, það var ekki að taka þetta mér, eins og það er ein sería, þáttarsería sem ég sá aldrei og sem ég mun sjá. Ok, það eru 2. Ein sem ég ætti ekki sjá, af því ég var búin að gefast upp. Það er The Wire, ég sá aldrei The Wire. Okay. Ég nenni ekki að horfa á hana. Ég held bara að, menn er ekki að tala um, ok, The Wire var svona upphafið eða svona, þú veist, eina af fyrstu sem voru svona geggjaðar seríur, en ég nenni ekki. Ég bara veit, þetta er mikið efni og þú veist, ég bara, eitthvað. En, hinn, þú voru reiður. Ég var aldrei reiður út af eitthvað svona. Hinn eru The Sopranos. Já, þeir byrjuðu þetta. Ég veit það. Það var fyrsta serían. En ég sá aldrei Sopranos heldur. Sástu ekki neitt það? Nei. Ok, þeir eldast mjög vel. Hvenær kom þeir út? 99 fyrst. Já. Ég sá þetta aldrei. Og ég veit, það voru allir bara, það var að horfa Sopranos. Og ég bara, já, ég ætla að horfa Sopranos. Og svo bara, gerði ég það aldrei. Nei. En ég ætla að sjá Sopranos. Já, ég ætla ekki að vera reiður. Ég hef búin að sjá alla seríuna 5 sinnum. Já. Mér finnst þetta eru bestu sjónvarpsþættir sem hafa verið framleiddir. Líka því ég elska svo mafíudót. Ef þú elskar mafíudót, þá þurfa mjög gana þessu. Því ég elska þessar, þú veist, Casino og, þú veist, Goodfellas og allar sem myndir. Þá áttu að fíla þess að þetta. Og þeir eldast mjög vel. Ég tek þetta reglulega. Kannski annað hvert ár þá horf ég bara alla seríunar. Já, ég er nefnilega búin að heyra þig segja það. Því ég er búin að hlusta á það allt. Og ég er búin að heyra það minnast þetta svo oft. Kíló, hann elskar það. Ég veit það. Og þið eru bara að tala um þetta, þetta er geðvikið þættir og það er allir bara svona, þú veist, það er allir að segja þetta. Þannig að þetta hlýtur að vera gott. Þú verður líka að horfa á þetta með því í rauninni viðhorfi að þegar þeir kom út,
þá var sjónvarp ekki svona. Nei. Af því þú ert kannski búin að sjá Breaking Bad og eitthvað svona þætti. Þeir væri bara ekki til ef að Sopranos ekki kom út. Og það er the king, sko. Já, en það líka það sem mikilvægt í þessu, að ef ég horfi á þetta og fatta ekki, eru þá leiðilegir? Ég held nefnilega ekki. Ég hef nefnilega heyrt að The Wire sé svolítið svoleiðis. Sko, Wire miklu þyngra. Miklu þyngra. Þannig ef þú myndir spyrja mig hvort þetta er að horfa á Sopranos eða Wire og ég þurfti svona veðji á og ég verða að velja seríu sem að Hafþóttar fíla. Ég myndi alltaf setja Sopranos að því að Wire, þó þessu rosalega góðir, þeir eru miklu þyngri og þú þarfst að komast í gegnum eiginlega alla fyrstu seríuna af Wire að hún svona byrjar að tengja. Mér fannst það alveg pínu erfitt. Ég fílaði ekkert alveg fyrstu 4-5 þættina. Ég var svona, þetta er allt í lagi. En Sopranos, líka gæðin sem gerði þá, hann sagði við alla sína handarsöfunda, ég sagði þetta í kílóþættinum, segi þetta aftur, hann sagði við alla sína handarsöfunda, alveg saman hvað við gerum, þá verður þetta skemmtilegt. Þetta verður að vera entertaining. Og þeir eru það er allt í þeim. Þeir eru líka ógeðslega fyndnir. Það er mikil húmor í þeim. Og besta framista sem ég séð í sjónvarpi er James Gandolfini sem Tony Soprano. Það er bara punktur. Bara on the widescreen eða í sjónvarpi? Sjónvarpi. Af því ég get ekki verið að bera saman 6 þáttar seríu við 2 tíma bíómynd. Það er ekki sanngjarnt, skilur við. Hvað er það margar seríur? Þetta eru 6. 7. var splittuð í 2, minnum við. Og er þetta klukktíma þættir eða? Já, cirka, 51 mínúta. Ég sko mun horfa á þetta og ég hlakka bara til. Ég öfundaði svakalega. Og ég er ekki bara að segja þetta því að ég er með eitthvað svona nostalgíu tengingu við hana. Þetta er svo ógeðslega vandamæður. Ég er nefnilega held, að því ég hef það mikla trú á þessu, ég held að þetta verði ekkit sko, ekki þannig að ég bara eitthvað, að þetta var kannski einu sinni gott. En ég held bara að þetta sé það gott. Og ég líka bara, ég er ekkit eitthvað, ok, þetta er auðvitað best að sé séð. Ég er ekkit þannig heldur. Ég er bara að fara að horfa á þetta. Þetta er svolítið eins og þegar maður horfa á Godfather. Þú veist, ég myndi mæla með að horfa á Godfather í dag ef þú tvítur hefur aldrei séð Godfather. Þú veist, hún er bara það góð. Og hún er ekki svona, þetta var kannski einu sinni gott. Nei, hún er bara geðvik og hún er bara ógeðislega, hún er skemmtileg líka. Mér finnst það. Þú verður fljótt gripin. Mér finnst leiðilegt þegar að svona þungar myndir og lengi að ná þér inn. Og hún er alls ekki þannig, sko. Hún er þung, en þú verður strax invested. En ég ætla að segja bara strax, ef þú byrjar á Sopranos ekkert sem að fyrsti þátturinn, hann er mjög fín, en þeir verða betri. Já, væntalega introduction af karakterum og annað. Já, hann líka bara svona, það tekur alltaf þætti ákveðin tíma að finna sig. Já, þú veist, ég gef alveg þáttum seríu, sko. Já, ég myndi alltaf gera það. Ef þú myndi gefa Sopranos heila seríu, ég lofa þér, þú voru húgt eftir einu. Þá er ég bara að horfa á allar. Já, mér finnst annað hæpið, sérstaklega þeir verða bara betri. Ég heyrði þér á Netflix eða? Nei, nefnilega ekki. Nei, það er bara málið. Herðu, ekki fara að slúta svo þar, ég er bara svo sveittur hérna. Þetta er orðið gott, held ég. Þetta er heldur gott. Bara takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig, þetta var geðveikt skemmtilegt. Var þetta ekki gaman? Jó, þetta var mjög gaman. Þú er búin að tala nú er ekki búin að í 2 tíma? Ég var alltaf ekki. Cirka 2 tíma? Kjafta? Við getum talað meira um keilu og Tikið aðra 2 tíma. Bara takk hjá að koma. Takk hjá fyrir mig.